og sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjunum. Það eru Birgir Karl og Leifur sem að heilsa ykkur að þessu sinni, já, oftar sem áður. Jú. Og áður en við kynnum inn gest kvöldsins, sem að gestur sem að, já, ég get sagt að ég búin að vera spenntur fyrir mjög lengi. Já. Og veit að það eru fleiri þarna úti sem að eru sama sinnis. En við erum með Kalda sem að færa okkur þáttinn í kvöld. Já. Í Kalda stúdíó, vel að merkja. Við hefum nú kannski ekki komið inn á það lengi, en við erum sannarlega í Kalda stúdíónu. Byrjum að hamra á því aftur. Og hann er auðvitað ískaldur og gæða mikill. Kaldi 0, það er minn uppáhalds. Og nú er ekki 1. mars bjórndagurinn, er ég að fara fleipur þar? Jú, já, við vorum að fagna 37 ára afmæli daginn. Já, risastórt fyrir okkar menn. En að gesti kvöldsins, það er hann Bjarni Ármannsson, tölvunarfræðingur að mennt og starfa sem fjárfestir í dag. Bjarni hefur komið víða við og er auðvitað meðal annars fyrir bankastjóri Glitnis og Iceland Seafood og fleira. Vertu hjartanlega velkomin. Já, góða kvöldið og takk fyrir kærlega. Ég er nú svo gamall. Ég man eftir þessum degi 1. mars 1989. Já, það? Þetta átti sér náttúrulega langan aðdraganda því að hér komu hér komu stúdentar frá Þýskalandi sem að fannst þetta ótækt að hér væri ekki neinir pubbar eða þessi bjórmenning og þessi og sett á fót gauk á stöng og ég held einmitt að ég hefi verið þar bara í byrðu 1. mars en alveg svona frá 84, 5, 6 þá var þetta svo kallega bjórlíki sem að drakk sem var eitthvað svona blanda af pilsner og vodka. Var það ekki gott eða? Þetta var allt í lagi og þetta var nú venjulega drukkið sko með Jägermeister. En það er allt með svo fyndið alveg svo með litasjónvarpi sko, fólk hélt þarna að allir eru bara fullir alla daga þegar þetta er í leyft sko. Það var mikil hræðsla við það sérstaklega í hádeginu að fólk bara kæmi þá eftir hádegi í vinnuna og annað dýrlíkt sko en og þetta var svolítið komísk hvernig þetta fór að stað en þetta hafði mjög jákvæð hliðaráhrif þarna til þess á þessum börum var mikið lifandi tónlist þannig að þetta var svona vettvangur fyrir þá svona nýbylgju sem þá var og náttúrulega mikil fjölbreytni í tónlistarlífi sem að hefur svo sannlega blómstrað síðan og kvikmyndað og annað þýrlít sko og náttúrulega bara svona breytti þá líka svolítið okkar samveru menningu þetta var auðvitað svolítið þannig að í svona fyrir partíum og heimapartíum þá var drukkið vel áður en það væri farið inn á samkomustæði eða sveitaball eða hvað það var og þetta var mikla sveiflur í drykkinni á þeim tíma en að ég held að þetta hafi nú verið jákvætt skref og eins og fleiri sem voru stigin í frelsis átt á þessum tíma og þetta er 89 og þarna var stöð 2 komanda minni með 3 árum áður og þá frelsi í því og útverpin hefðu opnað þarna nokkrum árum þar á undan með stjörnunni og svo fleirum útastöðum þannig að þetta var auðvitað alveg ofboðsleg breyting þarna á í 9 eins og það er sagt og svo í 10 auðvitað með þá aðeldina Evrópska efnahagsveðinu og svona efnahagslegri fullgildingu þjóðarinnar svo má segja Já, við komum nú eitthvað að EES-samningum nú á eftir, þykist þið vita? Já, þetta var saga með Bjarni Ármannsson. Það skiptir ekki máli hvar maður drepur niður fæti með Bjarna, hann er svo fróður, það eru mín kynna á honum. Þú veist að oflof er háðuleg. En við ætlum að byrja á byrjunni. Og kannski færum okkur að manneskjunni árum förum síðan í reykjum söguna, svona í stórum dráttum. Þú ert auðvitað frá Akranesi. Hvernig var að alast upp á Skagan? Við byrjum bara opið. Já, ég fættur uppalinn á Akranesi, fættur 1968 og fer hérna í barnaskólan og elst upp með fjölbreyttum hópi og er einn af 3 systkinum og bjó reyndar ég fætti alinn upp á Sveitabæ sem er þó innan Akranes, en það var svolítið svona á marganhátt sérstætt, við vorum með kindur og hesta og hund og kött og hænur og svo framvegis og þannig að maður kynnti svona svolítið lífinu til sveita en pabbi var náttúrulega tíð hjá Haraldi Böðvarsinni sem að hann síðar var HB Grandi og núna Brim og svo eftir því sem að svona óks ásmegin þá fór maður að vinna þar líka
og bæði á Eyrinni og í Frystihúsinu og Tógurum og uppskipunum og öðru slíku þannig að maður náði svona mjög fjölbreyttri reynslu sem að kannski ungu fólki stendur ekki í rauninni til boða í dag og þar með svona kynnast svona á hátíðlegu máli grundvallarattunum við þjóðarinnar og því svolítið sem hvað lífið snýst þannig að ég líti á það sem gæfu að hafa alist upp gestappa út á landi og svona í návíi við sko þéttbýli og auðvitað höfðum við Akraborgina til að koma okkur hingað suður og þetta var nú líka á svona á þeim árum að knattspyrnuliði Akurnesinga gekk afskaplega vel þannig að það einmitt þetta nú bjórinn á það sko ýmsa minningar frá því það var farið á Laugardalsvöllinn og unnir úrslitaleikir og farin á Gauk og Stöng og svo með Akraborginni til Akranes en ég held bara yndislega minningar þaðan en engu að síður ég fór í Fjölbrautaskóla Akranes sem núna heitir Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi og reyndar tók þann á 3 árum ég var svolítið að flýta mér þannig svona þegar ég var yngri og þannig ég flutti af Skaganum 19 ára og þannig að já, þetta var svona æsku árin en svo hef ég í rauninni lítið haft af Skaganum að segja þannig að ég á móður á lífi og systkini mín búa þarna ennþá þannig að maður kemur þarna reglulega, ég var þarna í gær en ekki svona það ekki þannig að mér hafi langað til að flytja aftur upp á Akranes. Þetta hefur líklega verið þegar þú varst þarna út núna endar en þá eldist þess að gott rauðvín sko, ég var að horfa 20 ára gamalt viðtalið í dag sko þarna þetta hefur verið meira sveit og þarna en það ekki heldur en þetta í dag bara frábært að búa þarna Jú, og í rauninni gildir það kannski bara líka allt Ísland þú veist að koma til Reykjavíkur 87 þetta var náttúrulega hort með glerugum dagsins í dag mjög sveitalegt og svona já, það voru ekki margir veitingastæðir og eins og við vikum áðan þá var bjórinn ekki leyfður og þetta með sko sjónvarp á 50 dögum og ekki júlí og allt þetta sko og allir söfnuðust á miðvikudagskvöldum og horfðu á Dallas og þetta var bara annað samfélag en Akranes hafði ég meina bara gott skólakerfi og svona gott við getum kallað bara system samgöngur og svona uppeldi skilyrði sem ég held að reyndar hafi verið víða og ég get alveg hort á það sem svona mína mestu gæfu alveg eins og ykkar að fæðast á Íslandi það kannski maður hefur ekki til þess unnið en það klárlega hefur bæði búið upp á tækifæri og lífskjör sem að lang stærstum hluta mannkins stendur ekki til boða Klárt Þú talar það að hafa verið svolítið að flýta í Fjölbrautaskólanum tekur hann á 3 árum og nær miklum fram að sem ungu maður mér langar að spyrja þig sko, er þetta eitthvað sem að þessi metnaður bjóðan innra með þér frá unga aldri eða er þetta eitthvað sem kemur frá foreldriðinum? Ég held ef við byrjaðum að setja í spurningunni þá get ég sagt að nei, þetta kom ekki frá foreldrunum og það var aldrei nein áhersla á einhvern veginn sko metnað eða skara fram úr eða sækjast eftir einhverjum innan gæslappa metorðum. Ég held að ef maður fer svona yfir kannski gildin úr sko föður og móðurgarði að þá var það semst að mennta sig og svona oft sagt, mentunin verður aldrei frá því tekin og ég held að það hafi verið svona þessi kynslóð sem innan gæslappa flutta á mölina eða frá dreifðari byggðum það sá svona tækifærin sem voru í mentunni og þetta fólk var ekkit endilega að tala sko háskólamenntun eins og síðar var það náttúrulega gerna gæslappa meira almennari regla þetta var bara þetta að afla sér þekkingar vera bara jafngildur samfélagsþegn og geta þá lagt dóm og hafa dómgreind og menntun hjálpaði til þess og þess þetta verður aldrei frá því tekið og það var líka stundu sagt að menntunin væri það sem eftir sæti þegar maður verið búin að gleyma öllu því sem maður læriði og það er líka, þú veist, það er eitthvað kjarni í þessu og síðan var mikil áhersla lögð á heiðarleika þú voru heiðarlegur, bæði gagnvart sjálfum þér og umhverfinu, öðrum og þriðji þátturinn var að vera duglegur vera vinnusamur og svona vinnan göfgar mannin hugsun og ég myndi nú svona segja að
þessi gildi hafa reynst mér vel og ekki síst þetta ég svona samfast meira og meira það eftir því sem maður verður eldri að sko hvort sem það sjálfvirknivæðing eða gervigreind eða svona það sem að nútíminn hjálpar okkur við það kemur ekkert í staðin fyrir það ef að fólk ætlar að ná einhverjum árangri þá verður það að leggja rækt við og vera duglegt og ástunda það sama hvort að það sko hlaupa marathon eða læra á píanó eða hvað það ef þú ástundar þetta ekki af samviskusemi þá nærðu aldrei neinum árangri þannig að það er svo, maður er búin að átta sig á því að það er svona ef maður slettir svona shortcuts já, þau eru þau eru enda ég vildi ekki endilega vel Nei, gott að vita það ég kannski að fá að heyra þetta aðeins og sent Nei en þetta svona, já, ég myndi segja að þetta séu sko, kannski og ég var svolítið að flýta mér, það er alveg þannig og ég myndi segja að vera svona kannski frekar seinþroska og og það var svona alveg afgerandi fyrir mig, ég fæ sínast heilahimnubólgu svona, já, 14 ára aldur og þá þurfti ég bara að samkvæmt læknisráði að hætti íþróttum og ekki hreyfa mig og þetta var svona vel á annað ár þar sem að já, ég mátti innan gæsalæp ekki gera neitt líkanlegt og fyrir strák á kynþroskaskeiði og sem var duglegur og aktív þá var þetta bara mjög ég ætla ekki að segja erfitt en öðruvísi já. Og þá fór ég og ég veit að kona mín á eftir að skamma mér núna fyrir að segja þetta þá fór ég að sveim út bara þú veist, maður satt bara við sjónvarpið og horfði á kassan og þá fór maður bara að sveima út og með mömmu og læra svona hannyrðir og svoleiðis og þá fór maður kannski líka aðeins að hugsa öðruvísi og maður að hluti en svo þetta bara jafnaði þessi og fór og þá fór alltaf stað og ég myndi segja sko í fjölbrautaskóla þá fór ég að ég lék hann í 2 leikritum og ég var mjög aktífur í ræðumennsku og stofnaði tölvuklúbb og gerði svona ýmsa hluti til þess að svona þroska sjálf mig satt í skólastjórninni fyrir hönd nemenda og þannig að það var lagði svona grunninn að svona félagslegri þáttöku og vonandi einhverju félagsfærni því að svo sannarlega gæti ég ekki spila fótbolta ég var mjög lélegur í fótbolta og eins og þið vitið þá er þetta oft með börn og ekki síst stráka þá er svona social acceptance oft hvort þú ert góður í fótbolta eða ekki og á Akranesi var það svo sannarlega viðmið en já, þannig ég var svona í ruslinu frekar já, þannig að liðið funkar alveg þó að þú meiddist af það já, það var þetta ekki kvíða því, það var jafnvel bara betra en svo já, ég fer svolítið út í félagsmáli þarna og hélt því síðan áfram þegar ég kom í Háskóla Íslands Akkurat, sko þú tölvunarfræðingur að ment og kannski einhverju leita undan samtímanum þannig, auðvitað var þetta að fara á stað en ekkert í námunda við AI og hvernig þetta er í dag af hverju leggur tölvunarfræðina fyrir þig? Já ég alltaf verið sko uppáhalds fögin mín voru landafræði, saga og starffræði og þannig ég hef alltaf verið svona áhugasamur heiminn og líka og það sem er svona praktískt getur við sagt, en líka það sem er svona abstrakt og svona bara heimur sem er búin til en virkar í raunveruleikanum eins og starffræðin en mér fannst sko og það kannski kemur svona þú veist að bara eins og segir í Íslandsklukkunni sko þegar Jón Hreggviðsson bara reyna á Akranesi segir sko öxi skilji og vatn í könnu en svo var þetta öðruvísi með réttlætið og ránglætið sko þannig að þetta var svona ákveðni grunnþættir og mér fannst ég þurfa þá ef ég ætla að læra svolítið starffræði og að þá þurfti ég að finna einhverja hagnýta notkun og það var tölvunarfræðin þú veist, forritun og svona súbylting sem þá var í uppgangi og þannig er náttúrulega þessi svo kallega
personal computer nýtilkomin og Macintosh tölvunar og þetta var svona, já, maður sá myndbönd frá eins og Apple það hvernig þetta myndi breyta heiminum og þetta var fyrir mig mjög heillandi. Þannig ég fór svona þessa leið og þetta var þessum tíma aðeins svona tískufag. Þannig að það var mjög margir sem sóttu í þetta nám svona á þessum tíma. En svo fór það nú þannig að ég hef ekki eitt lífinu á þessum vettvangi, sko. En þetta eins og með allt annað, með að menti ég máttur að þarna byggði maður svona, upp akademískan grunn og ég ekki og aldrei séð eftir einum einasta klukkutíma sem fór í námið, en eins og svo oft vil verða, þá fór ég hérna í þessa háskólapólitík, var starfandi með vöku, nánast allan þennan tíma og bauð mig fram og fór hérna í háskólaráð fyrir vöku og í stúdenta baráttunni eða pólitíkinni kynntist maður náttúrulega mikið af því fólki sem maður átti síðar eftir að eiga við í viðskiptalífinu og bæði úr vöku og rösku og bara til að taka svona eitthvað dæmi, þú veist, þegar ég sitt í stjórn háskóla í stjórn stúdentaráðs og þá er það Sigurjón Árnason formaður og með minnir Erna Gísladóttir hjá BL varaformaður og Ásthildur Bragadóttir í stjórninni og Andri Þór Guðmundsson í Ölgerinni, framkvæmdastjóri og þeim tíma var Reiðar Már Sigurðsson gjaldkeri í vöku og þannig að þetta var mjög mikið af því fólki sem fór síðan í fjármálageiran og í viðskiptalífið var auðvitað þarna og saman má segja með röskumarkið þeir sem fór í pólitíkina voru þaðan og þetta gaf manni svona mikið grunn þú veist, bæði að fara að því ég var í tölunarfræði sem var hluti af raunvísindadeild að maður hefði bara í raun umgengist raunvísinda og kannski verkfræðideild öðru jöfnu en þannig að maður mættur í allar stofur í félagsvísindadeild og lögfræði, viðskiptafræði og læknadeild og tannlæknadeild og út allan skóla sko, sem var náttúrulega dreifður og kynntist frábæru fólki mjög víða og gaf manni mikinn grunn og sama tíma þurfti maður auðvitað að standa fyrir máli sínu, standa í máldeilum og skrifa greinar í blöð og allt þetta er auðvitað ekki neitt síðra heldur en háskólanám. Nei, kannski bara fyrir unga hlustendur að nota, þetta er greinilega góður skóli. Þetta er það. Já. Og eftir því sem að ég hef elst og tankarna mér finnst ég ekki vera mjög gamall bara svo að það sé sagt en þá það er svo við getum sagt að kannski 20. öldin og 21. það er óbærslega dýrkun á vísindum og það er svona sannleiki okkar kynslóðar og svona síðustu kynslóða og þó að við séum auðvitað alltaf að á einum ýmsu sviðum að komu uppgötanir sem kollvarpa fyrrum sannleika að þá er eins og fólk horfi vísindin þeim augum að við séum búin að höndla sannleikan og þetta á sig svona ýmsar birtingamyndir og til að mynda í því að við ráningar á fólki þá er mjög mikið hort til menntunar og eins og mitt tilfelli að það eru 35 ár síðan í útskæði sem tölvunarfræðingur og ég hef ekki stund að það, ég kann auðvitað ekki nokkuð skapaðan hlut í þessu bara það er galin hugmynd að ég titli mig sem slíkur sko. Þetta er svona bara eins og með mjólkina, þetta er svona best before þetta rennur út en það er auðvitað ákveðin gildi sem gera það ekki en svona tæknileg þekking er auðvitað farin og þess vegna bara svo ég tæki svona eitt hugtak í íslensku lögum sem er að það séu tveir jafnhæfir einstaklingar þá skuli gera eitthvað þessi sumtilfellum að ég ráða þá konu frekar en kall og svo framvegis og þetta finnst mér vera dæmi svona hugtakanótkun sem er ólógisk og það að þú hefur lokið einhverju menntun
gerir þig hæfari heldur en einhvern annan, þetta verður svo hollt og innan tómt. Og það sem mér finnst maður hafa séð að svona eiginleikar í fari fólks, eins og að vera sanngjarnt, gefa sér tíma til að hlusta, geta sett sér í spor annara, vera lausnamiðað og fá fólk til að vinna með sér. Bæði mjög erfitt að mæla þetta, það mjög erfitt að læra þetta, en klárlega fólk mismunandi í þessum efnum. Og bara ef maður býr til eitthvað svona absúrt dæmi að sko þó að ég hefði verið 3 ár í sko brandaraskólanum og einhverjum svona skemmtilega mannaskólanum, að þá væri Sveppi alltaf miklu fyndnari ég og Ari Eldjátt sko. Þú veist, það bara, þú veist, sumir hafa ákveðna eiginleika en að samanskapið, þú veist, þá myndum maður kannski ekki endilega ráða Sveppa eða Eldjátt í ákveðin störf sko. Þannig að þetta já, við erum komin á stað þar sem við erum með að ég tel of mikla virðingu fyrir, við getum kallað það titlum og svona framgangi, og ég heldur þurfum algjörlega að endurskoða þetta, og það sem fólk lærir og hefur tilengað sér og kann að koma á framfæri getur verið svo miklu verðmætara heldur en einhverjir titlar. Íslandsöður. Það vel við hafi. Já, það var nákomin ættingi sem spurði mig bara fyrir ekki svo löngu. Já. Þetta ekki bara eitthvað fyrir fyrirtæki eða einmitt. Eitthvað svoleiðis? Erum við ekki bara að koma svo vel til skila? Fjármálamarkað? Jú, hann hlustar ekkert alltaf. Nei. En þetta fyrir alla. Þetta sjálfsögðu fyrir alla. Þetta bara fyrir þá sem að stíga sem fyrstu skref í fjárfestingum. Ég myndi halda sem sérstaklega herja á einstaklingana. Og upp í þá sem að, já, bara eins og Bjarni kannski búin að vera... Gengur vel. Já, það var sopið saltan sjó í mörg ár. Þannig að það engin kostnaður, þetta bara lámars upp fjárhæð 5.000 kall. 5.000 Bjarni tala með í reglubundnum sparnaði, já. 5.000 kall á mánuði, 10.000 kall á mánuði, 50.000 kall á mánuði, bara skrási. Og það annað en það sem verið að klípa að mann í einstökum hlutabréfi. Heldur betur, fyrir utan á dreifir hana. Íslandsöður. Smáriki, þetta ódýrasta ríkið. Ódýrasta ríkið. Bæjarlind, Fellsmúli, Hraunbær og Miðhraun, og opið til 23, sunnudaga til 50 og svo til 24 helgar. Þetta bara það sem ég ekki samanverið. Björg í bú fyrir neytandan. Ötul og samstilt, já, ég hef ekki bara að segja átak fyrir neytandan og fengi bátt fyrir. Ég ætla bara að segja, ég ætla bara að standa með mínum mönnum, að verið að pöngast í þeim, en það njóta allir góðsæðus. Já, og ég nenni ekki að hlusta fólk segja báknir burt og svo fer það átjáða ferð í Guðanabænu, Vestlið Engaðala, Vestlið Smáriki. Sýnið þessu stuðning. Ég verð að spyrja fyrst þegar maður tala þetta, í algjöru framhjálöpi. Sko, núna verið að tala internetið mitt fullt af mönnum, iðnaðarmönnum að fá sér sík og slaka á meðan við háskólamennta fólkinn var naðan eglundan og allir sé að missa störfin sín. Hefur þú trúið eftir 10-15 ára þá bara verði ekkert merkilegt að fara í háskóla því að gervigreindi leysir þetta bara? Já, það verður eftir hvernig maður rauninni skilgreinir sko háskóla og þróunin allavega í okkar líftíma hefur auðvitað verið svo að við erum að færa sífellt fleiri og fleiri störf á háskólastig og kannski eiga þau ekki í raunveruleikanum ekki heimaðar og ég held að það verður alltaf þörf sérstaklega fyrir sko klassískar greinar og eftir því sem allavega maður eldist á bara maður meiri virðingu fyrir klassískum greinum. Þá er ég bara að tala heimspeki og tungumál og bókmenntir og annað þýðilegt. Því það gefur manni svo mikið innihald. Ég held að varandi gervigreindina að þá með hana eins og margt annað að hún mun að gjörbreyta á margan hátt hvernig við lifum en við vitum bara ekki hvernig það breytist og bara taka sem dæmi að þegar ég í MBA-námi í Sviss 96 þá svona ég fekk mitt fyrsta netfang þegar ég var í tölvunarfræðinni 1987 þá var ég bjarni.ar@rhi.hi.is og það var Hafrannsóknastofnun og Háskóli Íslands sem voru með fyrstu gatewayin eða inngangin inn á netið en þetta var náttúrulega fyrst og næst bara postföng og svo var þetta svona já, maður gæti farið inn á svona síður
sem allt voru náttúrulega texta síður og mikið, náttúrulega mjög mikið bandarist efni og mikið svona menntun og svona hernað og annað þýrið. En svo þetta með mósaík og svona grafísku viðmóti, að þá gjörbreytist þetta á 10. áratugnum. Þannig að 96 þegar Netscape er að koma fram og það er svona að koma fram þessi svona viðmót, að þá náttúrulega allir og öll þessi ráðgjafi fyrirtæki að spá fyrir hvað muni gerast og þegar ég horfði tilbaka að þá vissi þetta fólk hafði ekki hugmynd hvað var að fara að gerast eða gerði sér neina grein fyrir hvaða áhrif það myndi hafa og það var alltaf frækt dæmi í þessu samhengi ráðgjöf McKinsey til AT&T nokkrum árum fyrir það sem AT&T var að leita svara við spurningin hvort það ætti að fara inn á farsímamarkaðinn og svarið var þá að McKinsey að það væri ekki þessi virði. Það líklega svona 3 milljónir notenda farsímamarkaðinum aldamótin 2000 og þetta höfðu og sagan náttúrulega öll full af bráðgáfuðu fólki sem að spá fyrir framtíðina og hefur alveg ofboðslega rangt fyrir sér. Ekki síst ef að fólk ætlar að fara áætla eitthvað í tíma. Ég held að sé að ágætt að segja fyrir svona hvernig meginstraumarnir verða en eins og bara við höfum séð stór bílaumboð fyrir 10-15 ára síðan sögðu það að þau myndu hætta að framleiða ósjálfkeyrandi bíla 2025 og það er liðið og þau eru ennþá að framleiða bíla við eru á lífi þannig að geta okkar til þess að segja fyrir framtíðina mjög takmörkuð og við verðum að viðurkenna það en við þurfum samt að gera það og þess vegna held ég við að vera mjög svona hóvær í því en ekki híka við samt að taka afstöðu og vera þá jafnframt tilbúin til að breyta þeirri afstöðu ef að gögnin að segja manni að þetta sé líklega rangt eða ekki þá veru sem að maður hefði talið og stundum gerist það sem maður hélt en bara fyrir alltaf ástæður heldur maður hélt þannig að þetta heldur við maður vera mjög svona hóvar og hömbúl gagvart framtíðin og gervigreindin náttúrulega alveg frábært dæmi og sjálfvirknivæðingin öll og þegar ég hugsa tilbaka því ég myndist nú svona á myndbönd frá Apple og IBM á þessum tíma og þetta gerist með gjörólíkum hætti og þegar maður horfa á svona framtíðamyndböndin þar þá gekk það svona út af einhver fallegu maður eða kona vaknaði upp og tegði úr sér og þá opnuðust gluggatjöldin sjálfkrafa og kaffivélin fór í gang og röddin sagði viðkomandi góðan daginn, veðurspáin svona og ég meina nú stöndum við einhverjum 35 ára síðan þetta ekki svona en tæknin hefur gjörbreytt lífi okkar á svo óendanlega marga máta og eitt það svona daglegt líf, hitt bara getum við sagt bara á hagfræðimáli svona hagvaxtar áhrifin bara áhrifin af tæknibyltingunni og aukinni reiknigetu og flutningsgetu á digital gögnum hefur auðvitað gjörbylt hvort sem það er fjármálamarkaðurinn og fjármálaumhverfið lyfjaþróun og heilbrigðiskerfi plús allir þessir iðnaðarferlar og framleiðsla sem hefur náttúrulega færst til og frá heiminn eftir launasvæðum og annað þýðilíkt þannig að það er auðvitað stórkostleg bylting og helst auðvitað því síðan í hendur við getum við sagt svona pólitíska þróun og svona frá 89-90 hefur verið hér þróun í átt til alþjóðavæðingar og frjálsra viðskipta eins og var í kringum aldamótin 1900 en núna erum við klárlega að hverfa frá því til meiri svona meira óvissu ástands og afturhvarfs til annara aðfangakeðja sem eru klárlega dýrari heldur en hinnar og munu þar að leiðandi og hafa nú þegar valdið aukinni alþjóðlegri verðbólgu og munu leiða til þess að almenningur mun hafa það verra plús aukin óvissa í því að svona svo heimsmynd sem var sköpuð eftir seinni heimsstyrjöldina
breytist. Því miður, það rétt. Já, það áhugavert sem við nefnir með það hversu margir klárumenn hafa reynt að geta sér til tímarama í svona þróun. Við sjáum að þið vorum líka að tala 10. áratuginn og ef við tökum bara netbúbluna sem dæmi þar sem að fjárfestingin eykst svona rosalega í teknikgerðum en kannski ekki á þeim hraða sem að menn byggust við og það springur auðvitað en þetta var framtíðin og voru allir saman það og kannski saman með EIA í dag. Akkurat. Ég geti setið hérna og rætt EIA í allan dag, ég verði að halda að vera spörur sko. Þú komst hérna, þú namst einni í Sviss við þann virtaskóla EMD og í kjölfarið verður svo forstjóri fjárfestingabanka atvinnulífsins aðeins 2 árum eftir að þú lýkur náminu og það voru skemmtilega lýsingar á þessum tíma vaskriður ungu maður sem var alltaf fermdur ég held að verði Lárus Velding sem sagði ungu maður og sokkaleistur þau bændum þarna menn líklega hafa reikið upp ansi stóru augu þegar að ráðningi var tilkynnt árið 1997 29 ára gamall tölvunarfræðingur frá Akranesi. Já, sko 10. áratugurinn alveg stórmerkilegur áratugur og það og að því að við erum nú að kveðja mikið leiðtoga Davíð Oddsson sem að nú svona örlaga valdurinn á þessum áratug og líklega sá maður sem hefur haft mest áhrif á mynd þess samfélags sem við búum við í dag. Það er allavega einlega mín skoðun og á þessum tíma verðum við aðilar þarna að evrópska efnahagsvæðinu sem algjörlega mótandi fyrir 10. áratuginn og síðastliðin aldarfjórðung og við förum frá því eins og bara ég myndi eitthvað eins og fyrir lífeyrissjóð þannig 94 að fyrir gildistöku samningsins 1. janúar 94 að þá máttu þeir fjárfesta erlendis fyrir 10.000 það sem þá hét EQ eða sem núna eru evrur eða hvað það, 1,5 miljón íslenskra og nú við var ég að lesa þarna held ég frá einu sjóði sem með 700 milljarða í fjárfestingum og þetta byrjar einhvern veginn og þetta var og þá svona hvert snýrðu þeir og hvernig byrjaru og hvað gerir og þetta verður mikið svona gerjunar skeið og þegar ég hugsa tilbaka þarna 94-5 var alveg ofboðslegt gerjunarskeið og það ég var þá starfandi hjá Kaupþingi og þannig að við vorum svona, fannst mér bara svona í miðju þeirra þróunar sem var að eiga sér stað og auðvitað samt hluti af þróun sem byrjaði fyrr og við getum tekið eins og aðild Íslands í EFTA 1971 og áhrif þess á innlenda framleiðslu þegar ekki var tollavernd lengur að ræða og annað þvílíkt og svo þetta þegar fjórfrelsið tekur hann að gildi hérna 94 hafði þetta alveg óbóðslega áhrif bæði strax og svo til lengri tíma litið þannig að mér fannst einmitt sko fyrir mig persónlega því ég var nú menntaði tölvunarfræðingur að ég hefði bara ekki hvorki sko nægan svona viðskiptalegan grunn eða næga svona alþjóða þekkingu bara að vinna með fólki öðrum en Íslendingum og þess vegna dreifum í nám til Sviss þar sem að fór í MBA-nám og þarna voru 80 nemendur frá 37 löndum og maður fekk algjörlega svona bara beint í æð hvernig menningamunur virkar og þekking sem að maður svona alveg bara saug í sig eins og svampur og svo gerðust hlutindi svo hratt heima hér og því ég ætlaði mér að ekki að koma heim strax en að mér býðst að taka við Kaupþingi og sem ég ákveði að gera þannig að 1. janúar 97 þá kem ég hérna heim sem forstjóri Kaupþings og við breytum Kaupþingi þá í fjárfestingabanka sem var þá fyrsti fjárfestingabanki landsins og þá undir nýrri löggjöf og eitt af fyrstu verkefnum var að Kaupþing fekk það verkefni ásamt JP Morgan að koma með svona tillögur endurskipulagningar fjármálageirans og þá voru við þetta með Landsbanka Íslands, ekki HF heldur bara ríkisfyrirtæki og saman með Búnaðarbanka Íslands og sér lög sem giltu þessi fyrirtæki og
og svo þessa lánasjóði atvinnuvegana, fiskveiðasjóð, iðnlánasjóð og útflutningslánasjóð og iðnþróunarsjóð. Þetta voru bara pólitískir ríkisbankar, eða ekki skilja það rétt? Jú, það er bara rétt skilið og var svona ákveðin skipting, það voru 3 bankastjórar yfirleitt og svona ég held að maður sé ekki að fara neitt of gróft með þegar maður segir að það sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Alþýðuflokkurinn hafi í grunninn haft sína fulltrúa í þessum fyrirtækjum, sko. En hvernig leist þeim á stofnun FBA? Eða sérst að væri eitthvað að koma einhverjum nýr bærbúi á markaðin? Jú, ég held að fólk, það sem er að gerast á þessum tíma, svona konceptuelt, að með samnýnum Evrópska efnahagssvæðið, þá fáum við aðgang að innri markaðnum, sem við kallum sem svo, en þá eru líka þetta fjórfrelsi sem er þá frelsi til vöruflutninga fram og tilbaka og þjónustu og fjármagns og fólks og þarna er bara allt í nú komin ný mynd. Fyrir sem fyrirtæki varst ekki bara að keppa við næsta fyrirtæki í næstu götu heldur kannski bara eitthvað á Ítalíu eða Spáni eða annað þýðilegt og fólk sem hafði svona hugmyndaflug það gerði merkilega hlut og bjóð til úr því kom mikil verðmætasköpun og í grunninn voru við þá að fara maður horfir á þetta út frá lagalega grunninum úr því að það veru sérlög yfir í það ákveðin fyrirtæki eða ákveðna starfsemi yfir í að það væri almenn löggjöf sem bara allir þyrftu að fylgja og svo var þá eftirlit með því og kannski getur maður svolítið ef maður einfaldar tekka fram að maður einfaldar þá farir maður úr því að það sé umhverfið þar sem maður unni allt sé bannað nema það sé leyft sérstaklega yfir í það sé yfirleitt leyft nema það sé bannað sérstaklega og þetta er þetta sko ákveðin pólun og ég held að þess vegna það voru margir í svona eldri kantinum skulum við segja, við líka einfalda mjög mikið sem að bara, fylgdu ekki nógu vel eftir í þessari umbreytingu og þess vegna gerist það að það kemur við stjórnvölinn yngra fólk og oft á sem var búin að búa erlendis eða mennta sig og sem að er fengið til þess að takast á við þessi verkefni og ég held ég að þú spurði Leifur sko hvernig blasti þetta við fólki að það væri 29 ára gamall, þú veist það má segja bara ungu maður og tölvunarfræðingur þá held ég að það hafi verið bara misjamt sko, sumir voru við erum að fara úr miklu svona sveiflu tímabili því að sko þjóðarsáttarsamningarnir eru gerðir 1990 en ef við takið fram að því bara 1970 til 1990 þá er verðbólga yfir 30% meðaltali og Ólafslögin verðtryggingu sett 78 og 82-3 þá var bara verðbólga 80%. Þetta eru bara tómt rugl og allir eiga sína sök, þú veist, hvort sem það er pólitíkin, vinnuveitendur verkalýs félög og þessar gerð mjög góð skil í bókinni Lifa með völdinni eftir Jóhannes Nordal og það er ekki eins og þetta fólk hafi verið verð gefið heldur en við erum í dag eða þá að það hefur verið verð meinandi en eitt tíðanleitt. Þjóðfélagsbreytingarnar voru bara svo ofboðslega örar að það náði ekki alveg utanum þetta og það er svolítið það saman og við erum að glíma við sko varandi til dæmis bara lýðræðisþróun og fjölmiðlun og annað þýðilegt í dag. Bara þróun er svo hröð, við náum bara ekki utanum þetta í breyttri hegðun. Þannig að svona á þessum tíma 90 eitthvað upp í 2000 og þá er svolítið ný kynslóð að ryðja sér til rúms og við komum inn í FBA og komum þá með mér menn eins og Tómas Kristjánsson stjórnarformaður heima frábænáðingi og Erlendur Magnússon sem var lengi búin að vinna í London í Nómúra og fleiri fyrirtækjum og við kynntust í þegar hvalfjarðargöngin voru í undirbúningi og voru að verða veruleika maður eins og Sveinbjörn Thoroddsen sem stýrir ráðgjöfinni á KPMG og var búin að vera lengi hjá Íslandsbanka og VFB og
og þetta var svona kannski yngri kynslóð sem var að koma, þarna kom inn mjög mikið af ungu fólki og manni með hvað var nú kallaði drengjabankin en þegar ég horfi yfir þetta fólk sem var hann í dag þá var nú hann sko fólk að báðum kynjum sem hefur náð mjög langt í þessu samfélagi og getið sér góðs orðs og rutt veginn þannig að það er bara frábært en þetta var mikil suðpottur, getum við sagt og við vorum auðvitað að gera hluti sem að voru kannski þá frekar óvenjulegir og mitt ár til dæmis 98 þá komum við að stofnun Baugs sem að var svona síðan afdrifaríkt fyrirtæki þegar að Jón Ásgeir Jóhannesson þá kaupir getum við kallað kaups fjölskylduna út og þetta fyrirtæki bæði fer á markað og fer að hasta sér völl utan Íslands. Þannig að það voru svona þarna komum bara þegar sandkassin er ekki lengur bara Reykjavík eða Ísland, það er bara allavega Evrópa og síðan verður náttúrulega mikil örlagaveldur í þessu að evran er að koma þarna og þá í evrósku samhengi ekki lengur sko franskir útgefundur bara selja til franskra fjárfesta eða þýskir til þýskra eða svo framvegis heldur bara allt í norðin einhver evrumarkaður og þá eru við allt í norðin bara partur af því mengi og íslenska ríkið og íslensk fjármálafyrirtæki voru með gott alþjóðlegt lánshæfismat þannig að við bara fjallum mjög vel inn í þetta og þess vegna varð hér strax bara upp úr aldamótum svona mikil gnægð alþjóðlegs fjármagns og þetta er ljóst í ljósi þess hvað síðar gerðist að hvað sem það var regluverkið eða vöxturinn hélst ekki hendur við það að búa til kerfi sem að gat staðist það álag og það álagspróf en þetta voru tímar þar sem að ný lönd voru brotin og hluti gerðir sem ekki hefur verið gerðir áður og lögðu grunn að þeirri þróun sem að hefur orðið síðan og ef maður horfir á bara þjóðarframleiðslu eða annað þvílita þá þetta við tók okkur einhver tíma að ná okkur eftir hrunið en við erum svo sannlega búin að þróa þetta samfélag langt og miklu lengri en nokkuð óræði fyrir segjum bara við aldamóta því að það var svona á það sem margir reynda að horfa bæði aftur á bak og áfram og ég held að Íslands samfélag sé í grunninn til mjög gott og opið og tækifærin sem hér eru hvað sem verið í dag eða fyrir nokkrum mánuðum síðan eftir nokkur ár, þau eru alveg stórkostleg og ég held að við eigum alltaf að hafa það hugfast að framtíðin felur í sér svo mikil tækifæri auðvitað eru hættur og maður horfir aðeins aftur í tíman og horfir á COVID og Úkraínu stríð núna í 4 ár sem að mann hefði ekki órað fyrir og nýhafið stríð þarna fyrir botni Miðjarðarhafs eða á Írans sléttunni en engu að síður Ísland með sína náttúruauðlindir og sína hernaðarlegu stöðu og með sitt vinnuafl og þann mátt sem við höfum þá bara eigum að geta spila alveg ótrúlega vel úr því og ég held að þegar maður maður þarf svona að sætta sig við fréttirnar og maður gerir það með því allavega gerði ég það með því að segja og það lærði ég frá einum mjög góðum vinum mínum að fréttir er ekki það sem gerist í heiminum fréttir er það sem aflaga fer í heiminum og ef maður svona sýjar þetta svolítið inn hjá sér og hugsa til þess hvað við erum svona almennt alltaf að bæta lífsskilyrði og möguleika og það að fólk hafi tækifæri að þá er það bara alltaf að verða betra og betra og auðvitað er margt sem betur má fara og annað þýrætt en mér finnst að við eigum að bara taka utan um framtíðina og vera meira bjartsýn Klárt það er eitt sem ég langar að spyrja það því að þarna ertu 29 ára gamall tekið við sem bankastjóri FBA ég er 30 sko, þetta hefur ég fyrir 1 ári síðan sko ég velti fyrir mér sko mindsetið, Leifur spurði áðan út í að þurftir að sanna það fyrir fólk sem rak upp stóru augu verður maður bara að vera hömbul og reyna einhvern veginn að bara láta verkin tala á sína fólki þó ég sé ungur árum og þá er ég tilbúin og klári verkin eða?
Sko, já, svarið já, sko. Maður verður að vera auðmjúkur en maður verður líka, þú veist, maður þarf að láta finna fyrir sér. Þú veist, bara hér ég og við stöndum fyrir þetta og við vorum með ýmsar svona nýjungar og vorum mjög framalega í svona netvæðingu, bæði í gjaldeyrisviðskiptum, verðbréfaviðskiptum, upplýsingagjöf og það var mjög gaman að því að semst, við tókum við þessum sjóðum atvinnuvegana, þá fórum maður mjög víða landið, hitti sjávarútvegsfyrirtæki og iðnaðarfyrirtæki víða og það sem gott að þetta fólk talar mjög beint út. Jú. Þetta maður fær að heyra það, bæði hvort maður sé að standa sig vel eða illa eða hvort að einhvað ætti að vera öðruvísi og svona viðs og þetta var mjög lærdómsríkt og margt sem að svona minnistætt mann til dæmis eftir því semst ég kem hann inn í september 97 banki tekur til starfa 1. janúar 98 og einkavæðingin á sér staði þarna október, nóvember 98 sala 49% og svo ári síðar hérna á 51% og þetta alveg eins og sko þið hefði séð í ykkar viðskiptalífi bara eins og þú veist það eru sett á gjaldeyrisöft og bara fólk trúir því ekki síðan þetta verður aldrei tekið af og þetta tekur ógeðslega langa tíma að taka af alveg eins og á síðasta ári lauk einkavæðingu Íslandsbanka þú veist á 2025 eftir að bankin sé ríkisvæddur sko síðla árs 2008 þú veist þetta stuttu tími, þetta langu tími þú veist, mér finnst það langu tími en og margir sögðu sko til dæmis þar gjaldeyrishöftin voru sett á ég veist, 1930 var sett á skilda á gjaldeyri og hún var ekki afnumin fyrir með samningnum 1994 þannig að sko ég man alveg vel eftir til dæmis fundið þar sem að einn einstaklingur sem að hafi verið í fjárstýringu eða fjárvörslu hjá mér þegar ég var í Kaupþingi hann stendur upp og segir Bjarni, ég hef nú aldrei trúað upp á þig að þú færir að vinna hjá ríkinu og ég segi já, ég lít svo á að ég sé mjög ákveðin í vegferð og þetta sé hluti af því að breyta samfélaginu og þetta fyrirtæki verði selt til einkaaðila og skráð og hann segir Bjarni, þetta verður aldrei selt ríkið mun bara eiga þetta ég trúi ekki á sért svona einfaldur og þá maður náttúrulega einbeittari við erum bara sann að ég hef rétt fyrir mér og þannig svona líka, þú veist, eflir þetta mann bara, ég er einn í ákveðinni vegferð og við verðum bara standa að þessu en það var klárlega þetta voru svo mikla breytingar og maður skilur vel að fólk hafi verið með vantrausti þess að þetta myndi raunverulega gerast því að svo náttúrulega sko tók þá við þetta gerist þá 98 og 9 og síðan 2002 og 2003 líkur þá einhver Búnaðarbanka og Landsbanka sem að mjög margir hafðu ekki trúað að myndi gerast sko. En samfélagi breytist mjög mikið þá getur við sagt seint í tíuna eða seinni hluta tíunar og svo á fyrir hluta fyrsta áratugs aldarinnar og þetta náttúrulega bara var fyrir mig óbúslega lærdómsríkt ferli og svo aftur mikið gefur spórað að stíga út úr bankakerfinu í apríl 2007 þegar ég hætti hjá Glitni Já, við tölum FBA sem rennur síðan saman við Íslandsbanka og svo loks Glitni bara kannski opin spurning aftur þessi vegferð að breyta Íslandsbanka í norrænt og jafnvel alþjóðlegt fyrirtæki Já, sko við sameinumst Íslandsbanka í 49-51% samruna fyrstu samtöl í febrúar 2000 og það svona tákandi sko hvernig þetta myndi aldrei gerast í dag að það eru fyrstu samtöl í sko febrúar og það eru aðalfundir haldnir í mars sem að samþykja þetta og við í FBA sem voru þá upp í Ármúla erum fluttnir á Kirkjusandi í apríl Það er annað þetta og þarna á þessu tíma var það sjálfsögð bæði Samkeppniseftirlitið og Fjármálaeftirlitið búið að samþykja það sem þurfti að samþykja og einhver sósu sem þú þurfti að afgreiða þarna í millitíðin allavega þetta gekk alveg ótrúlega hratt fyrir sig og varð
mjög svona, já, áhugaverð þróun sem þarna átti sér stað og þarna var þetta þá leiðandi fjármálafyrirtæki og þá svo sem bara svipuð spurning eins og uppi núna sko fyrir skráð fyrirtæki og skráð fjármálafyrirtæki að íslenski markaðurinn telur hérna tæplega 400.000 manns og ef við vorum að ræða lífeyrissjóðina áðan og heimildir og að þá svona klárlega núna eins og fyrir þinginu í samráðsgátt löggjöfum þá auknar fjárfestingaheimildir lífeyrissjóðana og þeir hafa verið að færa sig meira og meira til útlanda eftir að hafa verið basically 0,94 í hvað 40 rúmlega kannski að meðaltali í dag 40%. Alveg að sama skapi standa þessi fjármálafyrirtæki framvið fyrir því og við stóðum framvið því. Ætlum við að hérna vera bara hérna á Íslandi eða erum við að horfa til annara markaða og svo stefnumörkun sem var lagt upp með FBA og tók síðan við Íslandsbanka var að þar sem Ísland hefði alþjóðlega samkeppnishæfni þar ættu við erindi og það sem var þá lagt upp þar var sjávarútvegur og þá kannski meira útgerð og vinsla heldur en full vinsla og markaðssetning og umhverfisvæn orkuframleiðsla og þá kannski meira gufuafl og jarðvarmi heldur en vatnsafl en enga síður. Þetta voru svona kjarnasvæðin og við fórum mikið inn eins og í Kanada og einhverju leyti inn í Noreg og svona þessi lönd það sem bara mikill sjávarútvegur og svo færðu okkur svona hægt og bítandi til sko Suður Ameríku og inn í önnur ýmis Evrópulönd en enga síður þá var okkur ljóst að við myndum aldrei ná með þessum hætti að vaksa þannig að það væri raunverulega áhættudreifing í bankanum og þess vegna fóru við þessa leið sem við ákváðum að koma okkur fyrir í Noregi sem auðlindadrifið hagkerfi eins og Ísland og með menningu sem er á margt svipuð því sem hér enda komum við þaðan við viljum ekki borga skatta í Noregi fyrir dollu en það var svona leiðin okkar og ég held að margt heppnaðist það vel og við bættum síðan við þjónustu við olíu- og gasiðna þegar við komum til Noregs en já eins og hefur verið rætt oft eftir á hyggja þá hefði það sem þurft að fylgja eftir væri það að annarkvort færa þá höfuðstöðunar til Noregs eða tryggja betri aðgang í getum við kallað neyðar fjármögn sem að síðan var það sem að leiti til greiðslufalls eða þess að leita varð aðstóðar Seðlabanka sér. Já. Sko þegar þú horfir tilbaka á þennan tíma hver ertu stoltastur af? Fyrst og næst þessu fólki sem að var að vinna með og það er mjög gaman, það eru margir sem hafa hasla sér sjálf völl í hinum ýmsu starfsviðum, bæði hérlendis og erlendis og búa þessum grunni og ég, að því ég starfa nú mikið í Noregi, þá er líka mjög margir aðilar þar sem að minnast þessa tímabils með hlýju og brutust upp meðan á því stóð sem þeir hefðu ekki fengið framgang og stuðning norskra fjármálafyrirtæki og því líkt og maður svona býra því þannig að ég held að það sé fyrst og næst svona þetta samferðafólk og svo hitt að það gekk mikið á það voru ýmis átök sem að þurfti að fara í og það svona mótaði mann og síðan auðvitað kom mikið mótlæti sem að þarna fylgdi eftir hrun og eftir á þá er þetta eins og bara með allt í lífinu það er að lenda allir í svona sínum harmi og það er svona afdrifaríkt fyrir fólk sko þetta var auðvitað bæði svona tiltölulega langvinnt og óskemmtilegt en er kannski bara nauðsynlegur fylgifiskur þess að þroskast norrænu ríkin fóru í gegnum svona sína
ég vil ekki nota orðalagi hrun en svona sína krísu snemma á 10. áratugnum bæði Danmörku og sérstaklega í Noregi og svo Svíþjóð og ef maður svona aðeins rifja það upp að þá þetta er sem dæmi semst Svíþjóð 92-3 þá hækkar sænski seðlabankin vexti í 500% til þess að verja sænsku krónuna sem að sjálfsögðu tókst ekki þetta er svona á svipuðum tíma og hérna semst þetta ERM hérna þetta samstarf evrósku ríkjana svona í fyrirrennara evrunar var að renna sitt skeið á enda því að efnahagsleg staða var bara mismunandi í löndum og þarna er George Soros að brjóta Englandsbanka á bakaftur þetta var bara mjög erfið staða í Svíþjóð og þegar Göran Persson kemur hérna inn sem fjármálaráðherra 94 að þá er 13% halli á ríkisrekstri í Svíþjóð og hérna sem er náttúrulega mjög tengt fjármálakerfinu og þannig að norrænu löndin fóru í gegnum þessa frelsisbylgju kannski 10 árum og undan okkur 10-15 árum og þá kemur svona þessi niðursveifla þegar vaxtaverkirnir eru orðnir of miklir eða það koma efnahagslega áföll af öðrum orsökum og þarna var það í kringum þennan svona gjaldeyrismekanisma sem að ef við fer aðeins út í það ekki hafa á langa korólóri eða hlið þessu að Þýskaland var náttúrulega allsráðandi í evrópsku efnahagslífi og við sameiningu Þýsku ríkjana 90 að þá verður náttúrulega mikil fjárútlát menn saminuðu þetta einn á móti einum Þýska markið vestu-þýst og austu-þýst og þarna var mikil verðbólga og fjárútlát þetta verið svona kannski 2 triljarðar evra sem að þjóðverðar þurftu að setja í uppbyggingu í austrinu og þá fóru þeir í mikla vaxtahækkanir til að stemma stigu meðan að land eins og Bretland var í niðursveiflu og allt önnur stað og svona var síðan þá ljósara að gjaldeyrismarkaðirnir myndi ekki eða myndi einhvers staðar krassa geti ekki verið að sveiflast á einhverju 2,25% bili og þá eru svona lönd eins og Svíþjóð svona collateral damage og það er síðan þegar þetta gerist hjá okkur 2008 að þá er það mesta fjármála hrun sem á sér stað í heiminum í grunninn síðan 1929 og þá förum við ekki varhlut af því og það svona var svona stundur spurður sko hefðu við geta gert eitthvað á árunum fyrir hrun til þess að forðast þetta og ég held að þetta er náttúrulega mjög góð spurning en jafnframt mjög erfið spurning og ég held að þetta sé þannig að í þessu svona vaxta umhverfi og þeirri bjartsýni sem þarna var að þá hefði eitt fyrirtæki eða einn stjórnmálamaður eða stjórnmálaflokkur eða eftirlitsaðili hann hefði ekki getað breytt þessari þróun. Nei. Og það er kannski það sem er svona umhúsnefni í dag að ef þú ert á Norðurlöndunum sem banki, hvað sem er í Noregi eða Svíþjóð eða Danmörku að þá getur þú breytt þessum krónum, norskum, sænskum, dönskum í evrur eða dollar og allir þessi seðlabankar eru annarkvort með samkomulög eins og danirnir bara fastgengistefnu og svo þá lánvitandi til þrautavara þannig að þeir geta breytt norskum krónum í dollar eða evrur en við getum það ekki. Nei. Þannig að fjármögnun á heildsölumarkaði alþjóðlega í dag er alveg að stödd á sama stað að þessi skuldabréfamarkaðir þotna upp á og til og þegar þið þotna upp þá veist ekki hvað það varir í langan tíma og við erum alveg útsett fyrir því sama í dag eins og var 2008 hvað það varðar. En auðvitað er margt í umhverfinu sem hefur breyst mikið og ég held svona heildina tekið til batnaðar þó að það sé margt sem að eigi og þurfi að laga. Já, og heldur betur að dreigja lærdóm að þessu. Mér langar að spyrja, við ætlum ekki að fara sérstaklega í hruni, en það er eitt sem ég langar að spyrja, fyrst ég er nú með því hérna í setti. Þú hættir þarna vormánuðin 2007. Sko eins og ég skil þetta, og við Leifur vorum ekki byrjað að fylgjast vel með þarna,
þarna varstu búin að vera fórstjóri í 10 ár, ég velti fyrir mér hættur mögulega því að þeir vildu, eigendur bankans vildu spila enn meiri sóknarbolta heldur en þeir voru að gera og fengi nýjan fórstjóri inn. Já, ég held að hafi nú svona verið í grunninn staðan. 2006 lendum við í það sem að síðar var kallað mini-krísan og við fórum í svona varnarleik þá og þegar að FL Group síðan í janúar 2007 fær auknar heimildir til þess að fara með atkvæðasetning með þriðjung atkvæða, þá fannst mér svona blasa við að það væri annað umhverfi framundan og þess vegna var þetta ekki þannig að það hefði verið eitthvað eitt mál sem var eitthvað svona uppgjör eða annað þýðilegt og þetta hefði verið eitthvað svona stinnstál en ef maður svona grípur til Íslendingasagnana þá fannst mér svona eins og öll vötn innu til Dýrafjarðar þarna og að ég myndi ekki treysta mig til þess að forsvara það. Þannig að og svo var ég, þú sagðir, ég var búin að vera þarna í 10 ár og þó ég var ekki gamall í sjálf sér 39 ára að þá fannst mér líka alveg ástæði til þess að prófa eitthvað annað og þess vegna voru við bara sammála í runni þá getur við sagt stærsti hluthafinn og ég að það væri komið að leiðarlokum og bara við gerðum það tiltölulega hratt og ég hætti þarna 30. apríl 2007. Grillmarkaðurinn. Já. Marstilboð. Það komið marstilboð. Já. Þessu snillikar. Já, líka tígrisækju, tempura, steik frítes og súkkulaði grillmarkaðarins. Og hvað er þetta, 15-20 skall á manna? Allt gott, já. Ég skil á spurðir. Prófa að deila með 2. Sælar. Þá varst að lenda einhvers staðar í 8 og 9 mann. Þannig að það er sunnudag til miðvikudag allan mars. Já. Svo líka, ef þú ert bara í einhverju hefðbundu þarna, þá er það ekkert síra. Það er ekki bara opið sunnudag til miðvikudag. Það einskorast heldur ekkert bara við þetta tilboð, sko. Það er fullt af gúmera á matselnum. Við þurfum að kíkja á það í bráð, Birkir. Sammála. Heimaform. Já, hvaða tæki má bjóða þér? Já. Þú fórst í handkláðasettið? Ég fór í handkláðasettið, sem eru ekki tæki. Ég tók hlaupabretti og handkláðasett. Já. Hlaupabrettið, ég var búin að mikla þetta út fyrir mér, það tekur ekki að mikið pás og ég held. Okay. Og núna hef ég enga afsökun til að fara ekki að reyða mig, sko. Nei, það er svo þægilegt að hafa þetta. Það starir á mig alla dag, þetta hlaupabretti, sko. Konan spurði, Birkir, af hverju drífur þið ekki í form? Ég kemst ekki réttina. Nú er enga afsökun. Þannig að það er helst það, heimaform. Það er engar afsökanleikur. Ætli það ekki bara að slagur í það? Já. Engar afsökanir. Já. Krónan. Við heldum þetta áfram að hamra á snjöllulausnum krónunar. Skanna og skunda. Já. Og kallmenn drífið ykkur til búð. Já, röðin er bara svona, þú veist... Ekki farið í röð? Nei, árið 2026. Hún er eitthvað svo mikið 2020. Já. Engi röð bara 4, sko, skanna og skunda, gerir þið kleift að strunsa bara í gegn. Þið líður þess að setja stela, en þú ert ekki að. Já, þið líður. Það er annað gott slag. Krónan, þið líður þess að setja stela, en þú ert ekki að. Líka þegar þetta er ódýrt. Ég ætla að brjóta þetta upp. Já, verðum við að skipta gír núna. Verðum með svolítið fyrir og eftir tímabil að því mér langar að taka umræða aðeins Íslandsbanka í dag í millitíðinni. En áðurinn kemur að því, mér langar líka að spyrja þið sko bara, þetta er þetta magna tímabil í Íslandssögunni, hvernig þjóðarandin var og hvernig sko ákveðna alveg voru hafðir upp til skýjana og síðan verða þessi kaflaskil og það verður bara einhvern veginn sport að rakka niður og bara grind sem að hefur ekki sést síðan, hvorki, veit ég hvort það. Maður er nú ekkert allt og langt aftur að sér í mannkynssögunni, en þetta var allavega svakalegt. Mér langar að spyrja þig sko, hvaða mótandi áhrif hafði þetta þig? Sko, maður var náttúrulega einn af svona þessum lykilgerendum og þegar að þetta kollvarpast allt og hrýnur að þá eru þarna aðrir aðilar sem að verða að vera hluta af lausninni og maður svona skýna ég er frekar hluta af vandamálinu heldur en lausninni og engin eftirspurning sjálf sér eftir starfskröftunum og það er auðvitað bæði sérstakt og sárt sko en engin launung á því að mér fannst það alveg skiljanlegt sko. Nálaðin var stundum erfið en við vorum búin að ákveða þarna bara í byrjun árs 2008 að flytja til Noregs og við byggum hérna í 1 ár
en mér fannst bara full ástæða þá sko vorið 2009 bara til þess að koma heim aftur og bara innan gæslappa svona feysa það og aldrei verið feiminn við það og að taka umræðuna og viðurkenna mistök og hef nú farið yfir það við treystum of á svona sjálfreguleringu og gengum of langt í sumum málum líklega eins og í bónusmálum og öðru slíku þannig að maður bara læra því sem maður gerir og mest læri maður af mistökunum en eðlimáli samkvæmt þá kannski held maður sér til hlés og þarna á þessum tíma líklega 2009 þá fór ég að vinna með amerísku private equity sjóð Payne & Partners sem var svona á enskunni agri and food þetta svona landbúnaðartengt og matur og ég var þá í þessum svona sjávarútvegs þætti fyrir þann sjóð og var það í nokkur ár og svo svona kannski 2012 þá bara vendi ég kvæði minni kross og fór bara að vinna fyrir sjálfa mig eins og maður segir en þetta var og við fjölskyldan fluttum síðan 2012 til Danmerkur og vorum þar í 1 ár og komum svo heim vorið 2013 og höfum búið á Íslandi síðan en tilfinningarlega var þetta svolítið svona rústusamt og það var svona sumi blaðamenn sem höfðu meiri áhuga á manni heldur en aðrir og ég vilja þá bara svona velta sér upp úr sumum málunum og maður kom svona ekki áfram með það og maður var svolítið svona búin að prófa ýmsar strategíur og þá maður svona bara segja það skiptir einhver máli hvort ég segi eitthvað eða hvort ég segi ekki neitt og þannig að í svona PR-mennsku var þetta svona gott námskeið en þetta ekki að draga hennar fjöður yfir það þetta var erfiðu tími en líka lærdómsríkur og maður verður held ég bara að taka öllum áföllum þannig og reyna að læra af þeim og reyna að bæta sig sem manneskja og verða hæfari þá hvort sem það er sem foreldrið í viðskiptum eða öðru slíku og ég man þarna 2009 þá fer ég í aprílmánuði með ásamt nokkrum öðrum á Norðurpólinn og það var svona upphafið að þessu svona leiðöngrum mínum og fjallaferðum og sem að hefur orðið mér mjög til gæfu þannig að það er oft þannig að þegar að er svartast rétt fyrir dagrenningu þetta er að það kom alltaf ný tækifæri og ég hef aldrei farið að gera svona þessa fjallaferðir sem hafa gert mér mjög gott andlega og hlaup ef að maður hefði bara verið á fullu á hamsturshjólinu þannig að það er oft gott líka held ég hvað sem fólk skiptur vinnu eða ekki að svona breyta tempóinu í lífi sínu stundum er maður bara alveg á fullu og það er bara allt í gangi en ef það á alltaf að vera þannig þá bara brennum maður í báða enda og ég ákvað þarna að ég ætlaði svona að reyna að taka þá svona mánuð á ári í svona leiðangur getur við sagt og ég hef svona nokkurn veginn bara staðið við það og það hefur fært mig á ótrúlegustu staði og ég hef kynnst alveg óbúrslega bæði merkilegu og skemmtilegu fólki og ég held svona gert mann bæða betri mannesku og betri ákvarðanartöku aðeila. Mjög gott, við ætlum þá að venda hvað okkur í kross eins og Bjarni gerði á þessum tíma og við komum aftur að þessum tíma þessum, vinnum fyrir sjálfa eins og talar en mér langar aðeins að ræða hennan samruna Íslandsbanka og Skaga tíðan sem var slaufa á dögunum. Mér finnst bara gott að spyrja opinna spurningar og þú svarar svo vel. Hvernig horfir þetta við þér? Já, ég held að ég get ekki sagt annað en að mér sé það vonbrigði að það verði ekki af þessum samruna. Ég held að þetta hefði verið gott fyrir bæði fyrirtækin og ég held að þetta hefði verið gott fyrir markaðinn en það er ljóst að það verður ekki.
það skilur þetta eftir ákveðna spurningar og eins og bara rétt að taka fram, þetta bara, ég stærsti hluthafi í Skaga og það var að hlusta á það sem ég segi með þeim glerugum og eins hitt að ég var ekki þáttakandi í þessum samtölum eða viðræðum, þannig að maður svona horfir á þetta þá utanfrá, en eins og þetta blasir við mér að þá var gert þarna einhvers konar samkomulag 7. október fyrir á hálfu ári síðan tæplega og þar bast fólk fastmælum það að gera þetta með ákveðnum hætti og allt með þá og blasti við mér en þannig að þetta veri skynsalegt, þannig að ég var svona bara búin að segja það hérna innan gerðslega mín megin að þetta væri eitthvað sem ég treysti með þess að styðja og litist vel á þannig að það væri engin óvissa í því og svo þarna búða til hluthafafundar í bankanum, hvort það var í seinni hlutan í nóvember eða eitthvað því líkt og það þetta réttur hluthafa sem eiga ákveðið magnað biðjum það. Sko, mér fannst það sérstakt að það væri óskað eftir nafnleynd við boðunina og mér finnst það sérstakt að stjórn bankans hefði orðið við þeirri nafnleynd og það bara þannig og ástæðan fyrir því að svo að það náttúrulega gæta jafnræði meðal hluthafa, þannig að ég veit ekkit í rauninni hvaða eini hluthafi sem hefur stigið fram og sagst vera partur af þessu Heiðar Guðjónsson en aðri veit ég ekkit hverjir eru, en sjálfsagt vita þeirra innbyrðis eða einhverjir vita það í annar stað þá þarna semst bara skráð félag sem alltaf mikilvægt félag. Þetta félag sem undir eftirlit í fjármálaeftirlitsins og þau hljóta auðvitað að hafa sína skoðun á því að þetta sé bara í lagi og þetta eitt af 3 fyrirtækjum sem skilgreint sem kerfislega mikilvægur banki og það óskað eftir hlutafundi og það ekki, það verið að óska eftir hlutafundi þar sem að á dagskrá kjör stjórnar, þannig að það kemur beinlíns að því að stjórnun fyrirtækisins, þannig að mér finnst þetta það hafi verið leynd þarna, finnst mér sérstakt og ekki síst í ljósi þess sem að á undan gekk, þar að segja félagið fór í gegnum einkaferli, var selt í 3 hlutum á 3 mismunandi tímapunktum og allir, sérstaklega fyrstu 2 voru náttúrulega gaggríndir dálítið og síðari hlutin hafði náttúrulega verulegar afleiðingar fyrir bæði þáverandi stjórn bankans og bankastjóra og nokkra starfsmenn og í því tilfelli var þá upplýst hverju til dæmis voru kaupendur bréfana og þarna vorið eða sumarið þannig 2025 þegar var selt í síðasta skipti þá var bara birtur þarna blaðsína listi yfir alla kaupendur og þannig að það var svona lagt allan fram að það væri gegnsæi og síðan hafði þetta afleiðingar, ég man ekki betur heldur en að fjármálaráður hafa þurft að segja af sér og skipta starf og vegna meintra tengsla sem mér fannst vera efnislega bara út í hött en þú veist það var einhver eftirlitsstofnun sem hafði sína skoðanir og þannig að mér fannst bara sérstakt að það væri bara að biðja svona biðja að það væri leynd yfir því hverjir væri að biðja hann og að stjórninni fyndist það bara allt í lagi og síðan þetta bara stjórnarkjör. Þannig að það svona einn þátturinn af þessu. Annar þátturinn af þessu sá að það haldinn hlutafundur og það á dagskrá stjórnarkjör og það var reynda þannig að það var raunni frestur til frambóðs var sami dagurinn og fundurinn var boðaður í desember þar að segja að tilnefningarnefnd átt að taka það til skoðun, þannig að það var auðvitað bara stuttur tími og í desember, fólk yfirleitt með önnur mál í desember en allt í lagi og svo haldinn fundurinn og þá eru 5 af 7 af þeim sem voru í stjórn endurkjörnir og
og síðan semst þá tiltölulega stuttu síðar, eitthvað hálfu mánuði, 3 vikum síðar, þá sagt frá því að það verði ekki af þessum samruna. Og ég hugsaði mér, hvernig geta þá þessir 5 aðilar sem stóðu að þessu samkomulagi í byrjun október verið núna annarar skoðunar. Og þetta hef ég ekki svarið við þeirri spurningu, en mér finnst sú spurning eiga ekkit síður að brenna á vörum núverandi hluthafa Íslandsbanka. Og sömuleiðis, þetta var stjórn Skaga að fá skýringar á þessu og félögin eru bæði með aðalfundi í næstu viku, 17. og 19. mars, og ég trú ekki öðru en að stjórnir þessara félaga gerir grein fyrir efnislega sínum ákvörðunum og hvaða var sem breyttist, því augljóslega eitthvað sem breytist, og hvernig þessir aðalega telli sig þá umkomin til að það samkomulag sem var gengið út frá í byrjun október sé orð þess eðlis að það sé ekki hægt að standa við það eða efna það samkvæmt efni sínu og þetta fólk þarf beinlínis að gera grein fyrir atkvæði sínu í mínum huga og sérstaklega þá gagnvart hlutum þessara félaga. Þannig að mér finnst þetta svona vera þessi efnisatriði og mér finnst líka, og þetta kemur inn á svona áhugaverðan punkt sem er það að við erum hér með kerfi og höfum verið með frá því 1970 sem er það að þvingaður sparnaður landsmanna rennur í lífeyrissjóða kerfið og það hefur byggt upp á þessum 55-60 ára tíma kerfið þar sem að veit ég hvað, þetta eru kannski milli 8 og 9.000 miljardar króna í lífeyrissjóðum landsmanna og þetta eru náttúrulega orðnir langstærstu eigendunir í öllum félögum og þau eiga þá í eins og í þessu tilfelli bæði í Íslandsbanka og Skaga en þessir aðalega hljóta og verða að hafa skoðun á því hvort að þetta sé skynsamlegt að gera svona eða ekki og þetta hafa þá stjórnundar ákveðið að það kom ekki til kasta hlutafan í þessu tilfelli en þetta svona gildir almennt og ég held að lífeyrissjóðirnir þurfa á þess að skipta sér á rekstrarmálum fyrirtækja, þá þetta bara strategísk ákvörðun sem að eigendur eiga og þurfa að koma að og ef maður bara hugsaður upp áttu núna eru þá bara ýmis fyrirtæki hér sem eru svona bara í eigu lífeyrissjóðina gæslappa og horfið niður listan 20 stærstu þá sérðu kannski ekki neitt einkafjárfesti og samanskapi eru þetta þá sömu lífeyrissjóðnir sem eru þá ráðandi hlutafar í stjórnum í eigandahóp þessara fyrirtækja og ég get nefnt bara Festi og Hagar ég get nefnt bara fjarskiptafyrirtækin og svo þá bankana núna og tryggingafélögin og þeim finnst allt í lagi að þau komi að því að tilnefna stjórnamenn í stjórnir samkeppnisaðila og núna það hefur verið tónokkuð sameiningar undanfarið í hópi lífeyrissjóð og síðast núna stór sameining lífsverk almenni og búið tilkynna að það standi til að skoða sameiningu á næststærsta og fjórðastærsta, það er að segja lífeyrissjóðsverslunumann og Byrtu og ef það gerist þá ásá sjóður bara í sumum tilfellum 15-20 og jafnvel 25% af sumum fyrirtækjum og fyrir utan að það muni þá væntanlega leiða til minnkandi veltu með bréf og þá verðmyndun að þá finnst mér þetta bara að leggja líkari kröfur á þá sem fjárfesta og fyrirsjáleika það hvernig þeir hegða sér og þá líka getur við sagt eftirlitsaðalega með því hvernig farið með svona vald því þetta auðvitað veitt í krafti laga þvingaðansparnað og þá þarf svona þessi corporate governance eða þessi svona stjórnarhættir að vera mjög skýrir og gegnsæir og núna finnst mér bara þetta bara svona eitt dæmi það sem þetta kallar á spurningar það sumt sem ekki gegnsætt en það bara frábært tækifæri núna næstu viku fyrir þess aðalega að gera grein fyrir þessu gagnvart sínu hlutum því að þeim byrju auðvitað fyrst og nefnst skylda til þess að upplýsa þá
Þannig að þá bara get ég sagt svona eins og Forrest Gump, that's all I have to say about that. Sko, þetta ekki fyrsta sinn sem að þessi samrunni bara að koma hérna í þessu stúdíu og ekki á þessu ári, við náttúrulega fengið bæði Ásgeir Eikvör sem var hlindur þessu, hann náttúrulega skelir stór hluta við Skaga og svo náttúrulega búin að fá Heiða Guðjóns, Markun Tala, sem stjórnarformaður Íslandsbanka núna og sá sem að svona, var allavega svona að fronta þetta að einhverju leiti, sko, horfandi á þetta utanfrá og svona talandi við hann kemur þetta eitthvað á óvart að þetta hafi verið slaufa með við svona hvernig hans orð voru þegar það var að spurja hann út í samruna Þetta mjög, mjög góða punktur og sko, ég hef aldrei rætt þessi málu við Heiðar Guðjónsson endur við bara hluthafar í sikkoru félaginu og ég ekki í neinni ábyrgðarstöðu fyrir Skaga en hann sko tjáir sig með þeim hætti að ég held að eins og þú segir, það átti ekki að koma neitt óvart að hérna hann taldi einhverja myndbugi á þessu en það sko og sjálfsögðu frjálst að hafa sína skoðanir í þeim efnum en það ástæða fyrir því að stjórn fjölskipa vald og það eiga að koma fram sem mismunandi sjónarmið og skoðanir og síðan komist að niðurstöð og mér finnst bara svo merkilegt og þess vegna lítur þetta ekki á honum lítur miklu meira að þessum 5 sem að sko voru þarna 7. október og svo þarna í febrúar og þá einhvern veginn allt annað upp á teningu og mér finnst það bara óútskýrt sko bara fólk á rétt á að biðja hlutafund eða hefur ákveðna atkvæðamagni og ekkert það að segja mér finnst þessi leyndarhyggja ekki í lagi og stjórn bankans verður þá að svara fyrir það og sömulegis þeir hlutafar sem ekki hafa komið fram en auðvitað verða einhverjir að ráða en stjórnin fjölskipa vald af ástæðu og þú veist, forstjóri yfirleitt einn og í daglegum rekstri þá mikilvægt að þessi teknar hratt ákvarðan og menn viti hver ræður en stjórnin fjölskipa vald og það þýðir þá að stjórnumenn bera í sjálfstæði sínu ábyrgð á sínum ákvörðunum en öllu valdi fylgir ábyrgð og þetta fólk þarf bara að útskýra það. Já, að því raun og veru afturhorfandi á þetta utanfrá fullt af upplýsingum örgulega sem maður ekki með sko það bara 2 breytur, auðvitað þróaðis gengið félagana í einhverja í sikkur áttina svo eins og þetta þessi nýja stjórn 5 samt saman hefði ekki hægt að koma með gagntilboð líka frekar heldur á þessu skilmálaskjali frekar heldur en að bara slaufa þessu alveg Ég hef aldrei ekki komið að málinu og þetta bara niðurstaðan og það alltaf hægt að vera í einhvers konar hvað ef en ég ætla ekki að fara í það ég ætla bara að bíða eftir næstu viku og heyra hvað þetta fólk hefur að segja Já, það verður spennandi Já, sannarlega annað sem ég langar að ræða við Bjarni sko, sem hefur verið mikið í umræði núna og mun bara koma til með að aukast Evrópusambandið og hvort að það sé sniðu hugmynd fyrir okkur Íslendinga sem stendur en sko, mér langar að spyrja annars vegar bara hvað þér finnst Evrópusambandið og eingöngu Íslendinga í það og svo hins vegar fyrir okkur sem að yngri eru EES-samningin og hvort að þú átt einhvern þátt í honum Já, þetta frábært viðfangsefni og það náttúrulega ljóst með þeirri þingsályktunartillögu sem var verið að ræða í dag að það þetta máli komið á dagskrá heldur betur sko það rosa áhugavert ef maður svona lætur hugan reika að alþjóðamál og alþjóðastjórnmál hafa tekið svona center stage, þeir eru bara alltumlíkjandi og svona ég held að maður geti alveg sagt að frá svona sko 2016 bara þegar Trump kjörinn að þá verða ákveðin veðrakvarf í þeim málum hann haga sér með öðrum hætti en aðrir stjórnmálamenn gera og ég held að það sé sko viðvarandi það að segja, ég held að Trump áhrifin til að mynda séu þau að hver svo sem verður næsti forseti og hvort sem hann verður demokrati eða republikani þá Trump búin að færa til mörkin það hvað svona á enskunni executive power. Þú veist, fólk sem velst í þetta embætti, það valda gráðugt
eðli málsins samkvæmt og það mun ekki svo auðvitað að gefa eftir það sem að Trump hefur tekið til sín og að samaskapi að þá náttúrulega traust milli Bandaríkjanna og getum við kallað vinaþjóða það gjörbreytt og þetta mismunandi eftir löndum en í heildina tekið gjörbreytt og okkar stefna hefur auðvitað verið í varnarmálum, við erum með tvíhliða varnarsamning við Bandaríkjun, við erum aðildarríki að NATO og svo þessi samningur evrópska efnahagssvæði sem að eins og ræktu uppalega var semst á EFTA-samningur og svo útvíkkaður eftir að ákveðinar þjóðir úr EFTA gengu í Evrópusambandið og við Normenn og Liechtenstein gerðum þennan samning sem ég held að hafi verið til stórkostlega heilla og núna bara svona þessi mynd öll upp í loft og eins og ég horfa á þetta þá þetta alltaf spurningum það hvað telum maður að manni standi til boða og mín upplifun svo að meðan okkur stendur til boða að vera í samningnum evrópska efnahagssvæðið með Norðmönnum og Liechtenstein okkar megin og þá Evrópusambandið hinum megin með fjórfrelsið og aðgangjað inn í markaðnum að þá sé það langbesta staðan sem við getum verið í og þar að leiðandi held ég að við eigum ekki að sækjast eftir aðild að Evrópusambandinu og við eigum ekki að til hag okkar ekki best borgið að vera í Evrópusambandinu eins og alltaf, eins og sérstaklega í utanríkismálum að þjóðir eiga í sjálfu sér enga vini, þau eiga bara hagsmuni og það á alveg eins við okkur eins og Bandaríkin og við erum lítil þjóð í opnu hagkerfi, við lifum á því að flytja út aðalega sjávarfang og orku og síðan flytjum við inn neysluvörur og ferðamenn og einhvern veginn svona gengur dæmið alveg þokkalega vel upp og við höfum verið gefið að nýta þá fjármunir sem hér hafa myndast í bæði menntun, heilbrigðiskerfi og samfélagsinnviði þannig að hérna hefur orðið eitt af, ég heldur bara getum kallað eftirsóknarverðustu samfélagum í heimi og þannig að vera alveg ótrúlega stolt af því sem að fólk á Íslandi hefur áorkað og náð fram þess vegna finnst mér persónlega hefði ég aldrei sett þessa skautun í gang sem að ríkisstjórnin ákveður að gera núna og mér fannst það svona ekki verið í anda þess sem að Samfylkingin stóð fyrir í aðdraganda kosninga en klárlega viðreisn og klárlega laut stjórna sáttmálin að því að þetta yrði sett á dagskrá og það búið að setja á dagskrá og þá var bara að takast á við og ræða það og maður sér að Norðmenn hafa sagt bara þetta það passar ekki núna þetta logar allt í kringum okkur og við slum frekar náð því fram sem saminar okkur heldur en þessum sundrar okkur og ég miklu meira þar en ég skil líka að þar hafa menn þó fengið tvísvar að greiða aðildarsamning og nú þetta bara að koma á dagskrá og það bara komið dagur og sjálfsagt fer þetta gegnum þingið þó að ríkisstjórnin sé ekki einhuga það hvað fólk eigi að gera og klárlega held ég að ríkisstjórnin verði ekki til mikils aðstoðar í því að hjálpa fólki við að átta sig á hverju það stendur frammi fyrir hvað sé raunverulega að kjósa og ég heyri það bara strax af samtali við fólk að fólk hefur miklar ágjörð því að það verði upplýsingaóreiða og það verið beinlinis falsfréttir og það verið svona gæta hörku á báðum pólum og þetta getur alveg verið að þetta verði og ég segi fyrir mig ég bara alveg skýr á því að ég held að hagsmunum okkar sé best borgið í því fyrirkomulega sem við erum með í dag og meðan við getum haft það eigum við að hafa það og þess vegna kannski mesta ógnin fyrir okkur til lengri tíma ef að Norðmenn breyta sinni afstöðu einhvern nátt en miðað við hvernig þeir hafa kosið í fortíðinni og umræðina sem þar núna að þá hef ég sjálfs ekki ágjörð því
en þetta verður mjög fróðlegt vor með sveitarstjórnarkosningar og svo Háum í fótbolta og ESB já, nákvæmlega Það veist að framönda það verður nóg við að fást sko, og kannski á bara fólk að líta á þetta sem tækifæri og segja, ég það bara að setja mig vel inn í þetta og áttam á hvað er unni prinsip verið að takast á þarna og það sem kannski minn helsti vandi varðandi sko ESB að sko við þurfum þennan aðgang að innri markaðnum það er bara alveg klárt og það er mikið leggjandi á sig fyrir okkur sem framleiðandi að öllu þessu próteini að þetta eru langstærstu kaupendurnir að því og munu borga hæstu verðin en hvað Evrópusambandið í dag ég heit líka þessi ég alveg að segja óljóst en það er svona breytilegra heldur en margir vilja viðurkenna og það er svona ákveðin skautun þar líka sjáum þetta 90 milljarða evru lán sem að Evrópusambandið er að koma til Úkraínu og Ungverjaland blokkerar og þessi svona hvað við segja, grín sem var gert að Ursula von der Leyen með að við ætlum að hittast á mánudaginn þegar var skotið þarna 2000 eldflögum og einni nóttu á Íran en þetta er flókið og maður má ekki gera lítið úr því að þetta er flókið og þá þurfa bara þau sem hafa hagsmuni að koma sínum málstað á framfæri og mér fannst til dæmis athyglisvert að hlusta á Þorstein Víglundsson í Sprengisandi á núna sunnudaginn og það sem hann segir að það bara meiri hluti félagsmanna samtaka iðnaðarins sem var mjög lind aðild að Evrópusambandinu og þarna sé þá ef þú tekur mjög andvír og nokkuð andvír það sé 57% af félagsmannum það segir dálítið mikla sögu og þetta er bara mikil óvissa hvaða vegferð sem við förum þá verður bara meiri óvissa núna heldur en hefur verið langt skeið við bara lifum á áhugaverðum tímum og eins og einhver sagði þú vilt ekki lifa á áhugaverðum tímum þú vilt lifa á óáhugaverðum tímum þá getur þú gert það sem þú vilt og dettur í hug sko, en núna ertu bara takmarkaðar af svo miklu af því sem er að gerast í heiminum og þetta bara hefur áhrif á aðfangakeður þetta hefur áhrif á fjárfestingar þetta hefur áhrif á lífskjör fólks og það er það sem er svona svolítið athyglisvert finnst mér að sko sérstaklega maður tala við ungt fólk að það er svona maður finnur svona að það er ákveðin ótti fólk er aðeins svona hrætt við framtíðina og það hefur svolítið komið náttúrulega líka að þessum umhverfismálum að sé bara veðrabrigði og heimurinn að fara til hins neðra vegna þess að hér verði svo mikið hlýnun og það kann að vera við erum á rangri leið, það er klárt en sko þetta var nú líka einhvern tíðan sem ósonlægið yfir suðurskautun átt að vera að fara og þá fórum við í ákveðna breytingar og með ákveðna tækniinnleiðingu og við verðum bara að hafa meiri trú á sjálfum okkur og það að hafa trú á framtíðinni er að hafa trú á sjálfum sér og getu okkar til þess að skapa framtíðina og við finnst það eins og vant oft að við erum í einhverju bölvaðri sko væli yfir sko þetta sé svona en eigi að vera hinsegin og þetta er svona bara þú veist Messi skorur úr þröngum færum sko þú veist það er fólk verður að treysta á sjálft sig og sjálfströstið er byrjunin á öllu sko Eitt sem ég langar að spyrja þegar við talum um Evrópusambandið að tala um að við séum 80-90% að reyna hvort það er út af EES sko, mér finnst svona á þessum talandum að við séum að kljúfa þjóðina þessum pólum þetta snúist eiginlega bara eingöngu af því að mér finnst einhvern veginn allir vera sammála að yfir 100 ár, ef við tökum Hagstofu Íslendinga 100 ára vextur og verðbólga hafa meira og minna alltaf verið, það er bara eðlilegt að borga 10% húsnæðisláni þetta snúist fyrst og fremst bara sjávarútveginn okkar og auðlindirnar okkar Það gerir það náttúrulega umtalsverðu leyti það er alveg ljóst að Rómarsáttmálinn og stofnanir Evrópusambandsins ganga út frá því að aðlugun sé bara eitthvað sem tæki ákveðin tíma en í grunninn þá færist yfir slíku til Brussel og
og það líka margt sko sem að við þurfum í alþjóðlegu samhengi að hvað við segja, ná að hafa betri stjórn á og útskýra okkar mál sem ég held að sé alveg jafn auðvelt utan Evrópusambandins eins og innan bara til að taka eitt dæmi það svona vaxandi krafa það að þriðjungur hafsvæða sé friðaður og það myndi auðvitað hafa í för með sér sem ef slíkt var innleitt hér á landi svona neikvæða áhrif á okkar efnahagslögsugu. Þetta einhver 850.000 tverrkilometrar og það verður tekið þá þriðjungurinn af því þá það 250 eitthvað þúsund ferkilometrar og þannig að ef maður tækir bara svona hrátt þá þetta bara mjög skaðlegt fyrir okkur og ef við horfum á íslensku efnahagslögsöguna að þá þetta bara mjög rannsaka svæðið og það þurfum á ýmsum sviðum að bæta þar úr við stýrum veiðum og lokunum og svæðum meira á þessu hafsvæði heldur en líklegast bara á flestum stöðum í heiminum og við eigum að geta sýnt með vísindarlegum rökum að það hvernig við erum að stýra þessum hafsvæðum sé betra heldur en bara blind lokun á þriðjungi svæðisins. Þannig að ég held að stöndum svona frammi fyrir því á mörgum sviðum að við þurfum að ná fram aðlögunum að því bara hvernig við vinnum og stundum texta og stundum texta ekki. En að því að til að mynda hefur verið gert umtalsefni hvort að við hefum náð betri árangri með ETS eða Emission Trading System sem þá greiðsla fyrir kolefnisnotkun eða brennslu til Evrópusambandsins að við höfum náð betri árangur í þeim samningum sem lítur kannski fyrst og fremst að flugi og sjófrakt ef við höfum verið innan Evrópusambandsins heldur en bara með samningum um Evrópska efnahagssvæðið og ég alveg ósammála því því ég held að sérstaklega meðan Vinstri grænir voru hér við stjórnvölin að þá voru við bara með markmið það að standa okkur betur heldur en allir aðrir og við ætluðum að ná kolefnishlutleysi að við minnir 10 árum og undan Evrópusambandinu. Þannig að við vorum ekkert að biðja þessar undanþára því við ætluðum bara vera komin þarna og það náttúrulega alveg ljóst að sérstaklega hvað var það flug og sjóflutninga þá eru þetta líklega síðustu liðirnir sem verða hvað við segja sem fara undir orkuskiptin og svona bara eðli málsins samkvæmt og þess vegna mun þetta taka okkur langan tíma alveg eins og alla aðra og ég nú búin að standa því að smíða skip og þá þetta náttúrulega stærsta ákvörðun hvaða orkugjafa ætlar að hafa og ég held við séum alveg séum ekki komin eitt lengra 2026 heldur en við vorum bara 2016 Nei. Í því að finna einhvern betri orkugjafa heldur en þá kolefnisorkugjafa sem eru fyrir næstu 20-30 ári eða svona líftíma skips og það sem hefur náttúrulega gerst sem alveg gríðarleg þróun að bæði í vélahönnun og í skipsskrokkahönnun að þá náttúrulega hefur það leitt til verulega minkandi olíunotkunar og þar að leiðandi minkandi útblástur en ekki hitt að það hefur komið hvað sem það vetni eða metanól eða ammoniak eða eitthvað annað sem kemur hann í staðin. Orkutapið bara svo mikið fysisku erfiðleikarnir við að koma þessu við og náttúrulega hvað orkugjafi á að búa til þessa orkumiðla við erum bara ekki komin nógu langt í þessu og ég alveg samfærum að við munum leysa þetta að ég bara hef trú á framtíðinni en við þurfum líka bara viðurkenna vanmátt okkar stundum og segja þetta mun taka okkur 20 ára að leysa þetta er ekki spurning næsta kjörtímabil eða næsta ár. Orka náttúrunar forstjórinn á leiðinni. He's coming. Næsti gestur er Árnir Hrannar Haraldsson. Ég heldur sé ekki að uppljóstra neinu þar. Nei, það er stórt. Framkvæmdastjóri ON. Það verður gaman að heyra betur hvað Orka náttúrunar að kúkka auðvitað. Hvernig verður byggt svona glæsilegt vörumerki? Hraðhleðslustöðarnar, frábært app og þjónustulundaðir fram í Istu Æsar en við kannski fáum þetta bara fyrstu hendi. Mér finnst það ekki ólíklegt. Beint af spena í næsta þetta. Giggó. Já.
frábær retning ef þú þarft að auglýsa eftir aðstoð og semja fólk að taka giggið. Á maður að velja hagstæðasta tilbúið að giggara sem að auðvitað að treysta með við stjórnugjöfið umsögni. Þetta eitthvað sem að neytandi þarf bara með þetta. Já, prófið bæðið örgulega bara. Já. Ég fær alltaf umsagnirnar, held ég. Já, ég svolítið í verðinu, sko. Þarna greinir okkur á. Ég er lúxuskall. Já, þú er lúxuskall, menn ég er baunatellari. Kikku hjálpar auðvitað líka þeim sem að hafa kannski eitthvað fram að færa eru handlægnar en ég og þú. Klart. Já, svo getur þetta líka verið bara að halda pubquiz og bara DJ. Bókhald eða nefndu það bara. Kikku með þetta allt saman. Ef þið vantar einirkja þá er þetta staðurinn. Ein lokaspurning á Evrópusambandi, finnst þér þær hafa nú verið sakaðar að Valkyrjurnar að setja allt viljandi í bál og brand svo þessi auðveldara fyrir að sælja Evrópusambandi. Ég ætla nú algjörlega að vísa því til föður og svona, ég ætla nú að verja vinkonum mína þarna. En ertu hræddur með svo kannski talar á Póluna að það verði einhvers konar hræðslu áróður að segja herri sjá okkur ástandi hérna slæmt, það verður allt frábært þegar við förum í Evrópusambandi? Já, ég er hræddur við það. Þetta verður alveg krefjandi tími núna framundan og einsitt að það verði teiknað upp með einhverjum léttvægum hætti að greiða atkvæði með þessu núna í ágúst að bara, svo sjáum við bara til hvað kemur þarna og við getum ekki tapa á því og allt það, sko. Þetta kemur aftur inn á það sem ég sagði í byrjun með að vera duglegur, sko, að þú veist, það sem þú rektar og leggur rekt við, það mun eflast og dafna. Og ef við erum sífellt, ef við komum okkur ekki áfram, að þá verðum við hér í stöðnum. Og ég sé alveg hot lesning, ef fólk vil lesa bók, að þá var normaður sem heitir Martin Holtbecke, minnum við, sem að skrifaði bók sem heitir Landet som blev forrikt og fjallar Noreg náttúrulega og þá semst kostnaðan af því að eiga svona mikla peninga í þessum olíusjóði og hvernig landið sem að fór þessa vegferð sem við fórum, þar að segja hætta þessum sérlögum og búa til almenn lög og lega fólki að keppa á jafnréttisgrundvelli og hafa svo heilbrigt eftirlit með því að það leysi úr læðingi svo mikla krafta og ég hef alveg ofboðslega trú á þessu. Ég held að þetta hafi ekki bara í fjármálageiranum heldur í fjarskiptageiranum og flugi, lyfjageiranum og hugbúnaðageiranum og öllu þessum skapandi greinum og allt þetta og þar held ég náttúrulega, þú veist, það er allar ykkar kynslóð að hasla sér völl og vinna en sko við þurfum að hugsa það hvernig hlúum við að þessari umgjörð frekar heldur en því að það sé eitthvað lífsspursmál fyrir okkur að vera 28. ríkið í Evrópusambandinu. Það er bara svo mun Evrópusambandi þróast einhvern veginn og þetta er bara lifandi umræða og lifandi mál en við verðum að fara að komast í ákveðna grundvallarspurningar og í mínum huga að því vitnaðinu hann Þorsteinn Víglundsson, mér fannst að ná ágætlega utanum þetta hann í Sprengisandi með að hann sagði að síðastliðin minnir 20 ár þá hefur verðbólga hér verið 4,5% og við höfum meðal launahækkun er 6,5% og hann sagði við getum bara samið hvaða krónutölu sem er eða hvaða prósentutölu sem er, þú veist, það verður framleiðinni aukningin sem ræður því hver verðbólgan er og hver svona efnahagslegur ábati þjóðarbúsins er og við horfum til þess að bara vinnumarkaðsmódelið er ekki í gangu við erum að horfa til þess að í gegnum styttingu vinnuvikunar og annað þýðilegt að þá er ríkið sífellt meira leiðandi í launaþróun horfum til þess að við erum búin að afhenda hér óhagnaðadrifnum leigufélögum gríðarlega verðmæti sjálfsagt talið í tugum milljarða og allur fókusu farið á þennan leigumarkað meðan að kannanir sína að flest okkar vilja vera í eigin húsnæði og við erum ekkert að gera til þess að hlúa þeim markað heldur þvert á móti með því að félagsbústaðir fá 35% afslátt af íbúðunum sem þeir taka þá er þetta bara dýrara fyrir hinn sem eiga að kaupa og að sama skapi þá við búið til félög eins og Landsnet og Veitur og
öll þessi félög sem eru bara cost plus, bara allt sem þú gerir, þú bara gerir það og svo bara leggur á það einhverja arðsemiskröfu og svo bara rukkar og þú bara borgar út milljarða og 20 milljarða og jafnvel 100 milljarða sko og þetta einhvern veginn alltaf ganga og í grunninn erum við bara stöðugt að skemma samkeppnishæfni þjóðarinnar og við erum að taka of litla umræðu þetta og bara aftur að því að ég er nú mikið í Noregi og fylgist mikið með umræðinni þar var náttúrulega tekin mikil umræða og ekki síst á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar og við vinnuveitenda til að mynda kapal milli Noregs og meginlandsins og þá snýst umræðan sko er orka grunnþáttur í því að skapa samkeppnishæfni sem býð þá til vel launuð störf og samfélag sem við getum byggt upp og búið til og notið eða bara orka commodity eða rávara sem við bara reyna að hámarka ein og sér og þetta er alveg prinsip umræða en við höfum voða lítið svona skýrst við að taka svona umræðu en svo bara erum við stödd þannig að sko þú veist Landsvirkjun borgar út 10 milljarða og Orkuveitan borgar út milljarða með fyrirvara og maður bara svona byrju svo koma yfirlýsingar að það verður ekki hækkaðir skattar á venjulegt fólk en þetta er náttúrulega bara aukin skattbyrði á venjulegt fólk að ætla að borga alla þessa milljarða í arð sem fara þá ekki í endurfjárfestingukerfinu eða lægra vöruverð til neytenda og þannig sko getur sagt að þið opinbera sveitarfélagið ríkið orðið leiðandi ekki bara í sko launaþróun gagnvart útflutningsatvinnugreinunum heldur líka í allir þessir innviðu uppbyggingu þannig að samkeppnishæfnin hún verður bara verri og verri því þetta inn í endi eru bara laun og aðföng og svo þessir samgöngur til og frá landinu og á öllum endum er staðan frekar að versna ekkert sem við getum ekki snúið við en við þetta bara fara að einbeita okkur svolítið að því og ég óskaði svo sannarlega að næsta ár verði að ósk Daðamás að hann verði með hallalaus fjárlög en ég get ekki sett því sjá nokkuð nátt bjarsinn á það Nei. Þannig að þó ég trúi opaslega á framtíðina og allt það að þá hvað þennan þátt varðar þá bara sé ég ekki að það sé verið að gera neitt af því sem þarf til að ná því fram og maður getur alveg hort á þessa skattlagningu á útgerðina og svona þessar auka skattlagningar sem er að koma að auðvitað kallar þetta það á það að fjárfestingarnar í framtíðinni verða minni og þær eru lykilatriði í því að skapa hér góð og öflug lífsskilyrði og þetta er svona svolítið skrítið að manni finnst þetta einhvern veginn svolítið blasa við en það klárlega gerir það ekki Nei, fengi ekki með móð allavega Nei, þetta eru þessar millifærslur eru þess eðlis að það er svona tekið sem gefnu að það sé hægt að millifæra frá einhverju sko. Besta dæmið er verðbólgutölunar í janúar líka Já alltaf geld varu við sko að taka einstakar tölur en þær tölur náttúrulega endurspegla kerfisbreytingar sem ríkisstjórnin stóð að og mér finnst sko að því að við viljum hafa öflugt velferðarkerfi og það er almenn samstæða það og þess vegna er Íslensk samfélag er sósíaldemokratist samfélag það bara er þannig ekki dósveipa á Norrlöndunum en sko eins og maður sér eins og Danir sérstaklega eru algjörlega búin að átta sig á því að þú byggir ekki upp öflugt velferðarsamfélag sem er opið þú veist það er bara ef allir er að geta komið inn í það að þá mun það eyðileggjast og ég held að við séum nú loksins búin að átta okkur á því og séum á réttir leið með það en það tók okkur óþægilega langan tíma og svo eins og hann Göran Persson sem ég var nú að vísa til og er einn af þeim sem ég lesi mikið og aðdáun á sko hann sagði að öflugt atvinnulíf gæti ekki bara farið saman með öflugu velferðarkerfi heldur
væri öflugt atvinnulíf meinleys forsenda öflugs velferðarkerfis og það oft verið að horfa á þetta sem svona aðeins sem að keppa í sikkvora áttina og ég held nú verðandi í sko fyrirtækjarekstri að þá horfi maður á fólkið sem sko bara helstu auðlind fyrirtækisins og stöðugt að búa til svona gagnkvæmt lojalitet eða svona hollustu og ég held að í mörgum og langflestum tilfellum takist það og þess vegna sé þetta sko eins hvað það var þetta bara fer saman að vera með sko góðan vinnustað sem getur verið með góðan aðbúnað og borgað góð laun en það er ekki hægt til dæmis að byggja upp iðnaðarframleiðslu sem á að keppa í alþjóðaútflutningi ef það stöðugt verið að hækka orkuverð setja á umhverfisskatta á flutninga að því við erum eiga í 1600 mílna fjarlægð frá sko stærstu höfn í Evrópu og það verið að leggja okkur kvaðir og svona það sem við kallaðum þessi blýhúðun eða því leitt sko og þetta við erum bara komin út í og erum komin á þann stað að við þurfum að fara að vinda ofan af svona málu og ég fagnaði nú mjög að heyra sko eins og með jafnlaunavottun og því leitt að þú veist bara ég lærði nú bara í tölfræðinni á Jóni Þorvarðarsyni bókinni í menntaskóla sko að þess að normaldreifing væri sko margtaka þá þyrfti allavega að vera 30 í þýðinu og það svona alltaf að fara að gera sko jafnlaun út þetta á fyrirtæki sem með sko 20-30 manns að þá bara þetta bara tölfræðilega ómarktækt og fyrir utan að vera náttúrulega allt og kostnaðarsamt og það þarf að færa svona þætti upp í 250 og það er rosalega mikilvægt að þegar Evrópusambandið komið á þá vegferð að draga úr svona íþyngjandi kvöðum á fyrirtæki að við fylgjum algjörlega í kjölfarið að taka það af hér líka því það þetta eins og margir oft hefur komið fram hérna í umræðu þá eru við að leggja jafnvel sko ríkari kvaðir heldur en kemur fram í direktífunum sem að við erum að innleiða og þetta bara alveg galið Já, heldur betur Heyr beint í Evrópusambandið sko og komum nú kannski eitthvað að þessum helstu málum aftur en mér langa að færa okkur aftur yfir í þig persónulega að því í dag starfaru fyrst og fremst sem fjárfestir og ekki slæmur sem slíkur. Mér langar að spyrja út í hugmyndafræði þegar kemur að fjárfestingum til að mynda þegar þú nálgast fyrirtæki sem þú ætlar að kaupa ertu strax byrjað að pæla í exit strategy? Eða? Nei, bara held ég aldrei. Ég ekki upptekinn af exit strategy sko, ef maður horfir á sölu á fyrirtæki þá annarkvort gerist það með sko sölu til einhvers annars aðilega skráningamarka og ég hef alltaf hort á það þannig ef rekstur fyrirtækis gengur vel þá alltaf nægir kaupendur þannig að þú þarft í mínum ekkert að vera að hugsa það svona sérstaklega en auðvitað þannig að eftir því sem að fyrirtæki vera stærri og eftir því sem að stúrt með vöru sem þá svona getum við kallað svona struktúrel ekki háð einhverjum einstökum starfsmanni eða einhverjum ákveðnum aðstæðum þeim betri markaðsvöru ertu með og þar með þá hlutabrifin sem gaggjald en ég hef verið svona tiltölulega svona hrifnæmur þannig ég fjárfest í mörgum geirum og yfirleitt með einhverja svona við kallaða partnera eða eitthvað fólk með mér sem þá í rekstrinum sjálfum og svona það módel hefur gengið vel upp finnst mér og ég horfi mikið til þess að sko fyrirtækið hafi svona relevans getum við kallað svona ákveðin tilgang og að það hafi einhverja svona svona pricing power það að segja að þú myndir hækka verðið ertu þá bara komin í á þann stað að það sé einhver samkeppnisaðili sem sé með annað módel og geti búið vöruna ódýrar og þú sittar með takmarkaður af því
og svo ég upptekinn að því að menningin á viðnustæðanum sé þannig að fólk vilji vinna þar og að það sé þjónustulundað. Því mér hefur svona fundist að það að fá fólk til að vera þjónustulundað, það eitthvað erfiðasta sem maður fæst við. Þannig að ef maður sér það og finnur það, þá bara strax heyrðu, þetta eitthvað sem hægt að vinna með. Þannig að ég svona, ég hef ekki fjárfest mikið í sko fasteignum, ég hef meira, og ég held að ef þú finnur eitthvað gott rekstrafélag sem að hefur svona viðvarandi samkeppnisefni, að þá sé mjög erfitt að finna betri fjárfestingu heldur en það. Já, þannig að viðvarandi samkeppnisefni og relevans skiptir máli, pricing power og þessi menning sem þú talar til dæmis með þjónustulundina, það eitthvað sem þú kannski innstillir ekki eitt þegar þú kemur að borðinu sem fjárfestir og þú veist þegar þú voru hvar sérðu vannýtt tækifæri kannski? Ertu að tala bara svona almennt? Almennt, já. Bara... Nei, sko auðvitað gerir maður ákveðna svona arðsemiskröfu til fjármagnsins, þannig að maður er svona alltaf líka að leita að því að finna tækifæri þar sem maður getur fjárfest áfram og að það skili arðsemi sem sé umfram þá ávöxtunarkröfu getur maður kalla sem maður gerir til fjármagnsins. Og það getur verið þess mismunandi tóga en svona já, mér hefur sýnst svona undanfarið að svona með svona aukinni sjálfvirknivæðingu yfirleitt bara að þú ert að taka út vinnuafl með vélum að þá sé það mjög vannýtt tækifæri. Og þá ekki bara að tala sko, það kemur oft í huga fólk svona færiband eða svona iðnaðar framleiðsla en bara svona sem dæmi sko að þá sjálfvirk afstemming í bókhaldi samanburður á verðskrá byrgja og reikningum með sjálfvirkum hætti með gerðugreindinni og allt þetta þetta eru þættir sem þú getur sparað mjög mikið og ég held að í fjármálageiranum til að mynda séu þó nokkuð mikil tækifæri þarna og það svona sko stafar þú veist okkur sem eru í jakkafötum og skyrtu meiri hætta þessu heldur en svona blue collar eða svona iðnaðarmönnum og þeim sem eru að vinna alvöru vinnu og þessi fyrirtæki sem ég farið í þetta yfirleitt sko fyrirtæki sem að selja vöru og þjónustu ég hef ekki farið mikið inn í eins og hugbúnað gera en ég hef þá gert það í gegnum svona fjárfestingar eins og bara tekst sem dæmi svona fyrirtæki eins og Vex sem fjárfesti eins og AGR og Anada og búið tilkynna núna fjárfestingu í Kóða og þannig að svona, þú veist, ég held að þó ég sé tölunarfræðingur, þú veist, ég ekki með sko stjórnunarspönn eða teknilega þekkingu eða svona getur við sagt þá innsýn sem þarf til fjárfestinga á þessum þáttum og þá svona fer ég frekar með öðrum í svoleiðis en ég var bara að taka eins og núna ég, sko 2012 förum við þetta skipafélag og flutningastarfsemi sem heitir núna Tór Cargo og eru með þá línusiglingar frá Reyðarfirði til Rotterdam yfirleitt í gegnum Færeyjar og svo frá Þorlákshöfn til Rotterdam og þá með frystigeymslu í Þorlákshöfn og núna vöruhús og svo erum við með flug frá Keflavík til Billund og það til Köln á hverjum virkum degi og þetta bara mjög spennandi uppbygging sem maður er svona reyna að leggja rækt við og styðja við bakið á og hefur vaxið mjög mikið á undanförnum árum og erum með mjög metnaða full plön í þeim efnum. Má ég spyrja, ertu afskiptasamur stjórnandi? Það meina eigandi? Já, ég það og ég yfirleitt sko eru þeir sem eru með mér eru líka eigendur veist, þannig að þetta ekki eins og þarna eigandinn og þarna eru hinir þannig að sko eins og bara mjög gott sko þú veist eins og Hermann Guðmundsson sem hann komið í þáttaleikar við erum saman í kemi og mjög farsalt samstæð þar mjög langt skeið og það er ekki eins og ég þurfa að rækja eiganda hlutverki hann sér svo sannarlega það sko en þá getum við kannski komið inn meira á svona fjármáluliðinu og strategísku liðinu og veltu spurningum en það er engin betri í
í rekstri og sölu og markaðsmálum og mannuðshaldi sko. Þú ert ekki að segja hann hvað hann rauka olíun á? Hvað sér þið? Þú ert ekki að segja Hermanni hvað hann rauka olíun á? Nei, guð mig góður sko. Nei, ekki að segja hann það. Nei, og almennt en bara tökum sem dæmi sko, eins og núna. Núna kemur mikill óróið þarna fyrir rúmri viku síðan í Miðausturlöndum og þá strax fer maður að sjá bara eins og ég kaupin propangas í gasfélagið og þá fer maður að sjá bara á föstudeginum kostaði kannski tonnið í Rotterdam $550 og það kannski að kosta núna tæpa $900 og maður sér að það kemur tilkynning til Tandusum að já, það verði einhver svona disruption eða svona eitthvað vandamál í afhending á nitrílhönskum frá Malasíu eða þú veist, maður fyrir svona að sjá hvernig minnstur og þá getur maður að fara líka að ræða við aðra sem eru og segja ég held að við ættum að passa upp á að í olíutengdum vörum, hvort sem það eru þá þú veist, áburður eða plast eða hjólbarðar eða þú veist bara hvar þurfum við að passa, hvar mun skóin kreppa ekkit endilega á morgun eða hinn en kannski þú veist í sumar og líka það maður átt að sjá tækið bara eins og núna þetta eins og Hegel þetta sko TS, antites og syntes sko, þetta svona pendút sem sveiflast og núna í dag þá voru G7 ríkin að senda frá sér að þau eru að skoða að nota neyðalagera til þess að og verða olíunni fór þá sko úr einhverjum toppaði 119 niður fyrir 100 og þetta eru svo miklar sveiflur og þetta eru svo mikil áhrif og það sem ég hef alltaf sagt í svona fyrirtækjarekstur að sko þeim mun meiri óvissa og þeim mun meiri svona sveiflur þeim mun rangari ákvarðanir tekur þú getur verið heppin og bara sagt ég ætla að gera í þetta og bara haft það hárrétt fyrir þér sko en svo getur líka bara, ég verð bara að tryggja mér þetta svo ég geti afhent vöruna til minna viðskiptavina og svo gerist einhver svona með þessu G7 leiðtoga og þá bara allt í einu kiftið út verðið sem var 20-30% og hátt og þú eru bara að geta þann kostnað sko. Þannig að að því að oft eru fyrirtækjastjórnendur að tala sko hvað óvissan sé slæm og stjórnmálamenn sé að búa til óviss og það ekki bara því að þú veist, menn ég með svefn sko út af einhverju, það bara það að maður bara tekur rangari ákvarðanir þeim meiri sem óvissan og sveiflunar eru. Þetta oft talað að grípa fallandi hnífa og svona, þú veist þetta stór mál að fyrirsjáanleiki, þeim meiri fyrirsjáanleiki, þeim betra og það verður ekkit alltaf fyrirsjáanleiki og hráfur eru náttúrulega bara típist dæmi með eitthvað sem bara hefur global verð og svona, það kemur svona ripple effect eða repercussions bara út allan heim af svoleiðis breytingum, hvað sem það sko eins og bara gott dæmi núna kakó þú veist, ég var nú einhvern veginn í súkkulaði business og þá var maður bara, þetta var svona $2,000-3,000 tonnið sko, svo bara rauk það upp í $12,000 í fyrra og nú það komið aftur bara milli 2-3,000 sko og að taka réttar ákvarðanir í svona umhverfi það rosalega erfitt og þá kemur þetta inn í það að þú ert með eitthvað viðskiptamódel og þá bara þú veist kemur verðinu út til kaupandans og í sumum módelum þá gerur það ekki með þú gerir í öðrum og svona mín svona svolítið fyrirmynd í þessu Warren Buffett sem að horfir mjög til þessa og hann sagði sem oft minnist þetta sko að ef þú ef þú mætti bara fjárfesta 20 sinnum á ævinni frekar heldur en bara að þú heyrir að einhver segja að þetta sé frábært og þú prófar allt og ferð inn í hitt og hitt og út úr hinn og þessu ef þú bara gæti fjárfest 20 sinnum á ævinni þá myndur þú líklega að taka sko betri fjárfestingu ákvarðin heldur þú gerir með ótakmarka val og það svona oft sko maður hrifnæmur og maður gefur sér oft ekki tíma því að maður heldur að maður sé að missa af ykkur og svo sér maður eftir að koma alltaf ný tækifæri og enda átti eitt sem að þetta orðatiltæki að segja allt kann sá sem bíða kann og það alveg ótrúlega mikill sannleikur í því
alveg eins og hérna það til afrískt máltæki sem að segja sko, ef þú biður í trúarlegri merkingu hreyfðu þá fæturna og í þá merkingunni sko, þú getur beðið einhvern eitthvað en í rauninni þú eru sjálfur að stuðla að því það þýðir ekki bara sitt og standa og bíða þú getur alveg beðið og þú getur beðið að komi meðvindur frekar mótvindur og allt það sko en þú verður að búa til þín eigin framtíð sko. Hann hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfur. Já, það akkurat En það ekki líka sorry, betur að slúta þess sko, það þarna sem að þú greinir á milli að því eins og segir það gátt blindu maður og ríkur í COVID að allar hlutabréfistölur hækkuðu og öll hlutabréf það á svona tímum það sem að sker á milli hverjir eru með halda stóru sælum og eru successful til lengri tíma það getur gert það já. Það getur gert það sko já, ég held að og þetta svona þetta svolítið merkilegt sko að því að ef maður vinni í þessum geira sem ég í sem semst að koma peningum í vinnu að þá það svo merkilegt að sko já, ef maður horfir á þetta ekki semst í fyrirtækjarekstri þá getur maður sagt bara það bara mjög gott að leggja fyrir og bara borga 10.000 mánuð eða 50.000 mánuð eða hvað sem það og bara haltu því áfram í gegnum lífið. En ef þú ætlar að vera í svona fyrirtækjarekstri þá svo erfitt að vera með svona, getur við sagt svona línulega nálgun og stundum þarf maður að hugsa sko hverja krónu og bara spara og sníða og snikka til sko og svo stundum þarf maður að taka stóra ákvarðanir. Og ég held að maður sko hugsa og aftur ef ég vísi eins og Buffett sko, hann segir að sko, hann verður spurðað því hvað svona mestu mistökin sem þú gert og hann hefur sagt sko mestu mistökin liggja í því sem ég gerði ekki ég með eitthvað svona circle of competence ég sé fyrir mér og ég tristi mig til þess að dæma eitthvað að einhverja fjárfestingar séu góður eða slæmar eða eitthvað og svona og hann segir sko og þetta kemur ekki upp á einum efnarsreiningi eða rekstrareiningi en ég sé það og það kemur stundum í áskýrslunum að ég hefði átt að gera eitthvað sem ég gerði ekki að því að annarkvort skorti kjark eða var upptekinn einhverju öðru meðan á því stóð eða hvernig sem það sko. Þannig að þetta svolítið áhugavert en að gera svolítið starfa stundu þarft og þú ert að vera eins og sko öndin að þú verður að djöflast á sko, með fótunum undir vatninu alltaf þó að það sjáist ekki yfirborðinu en þú ert ekki alltaf að stinga þér þú ert bara að stinga þér þegar þú ætlar að borða eitthvað annars eyður bara óþarfa orku og þetta og það getur verið að það sé kannski mánaðarlega, getur líka að sé verið á 10 ára fresti og þess vegna held ég að svona samvinna kynslóðana sé rosalega mikilvæg. Það að segja þegar maður ungur þá telur maður sig geta allt og bara fer óhugað í verkefnin og þegar maður gamall þá sér maður meinbugi á mörgu og aftur svo vitni Buffett, hann hefur sagt sko að hann segir ég hef ekki orðið betri í því að leysa vandamál eftir því sem ég voruð eldri en ég verið miklu betri í því að koma hjá því að lendi í vandamáli og það mikið til í þessu en að samaskapi, maður má heldur ekki bara passa að bara landa aldrei inn í vandamáli þá bara lendur maður aldrei í einhverju og sem það skemmtilegu áhugaverðu og þess vegna held ég að svona þessi og ég man að í Prólógus og Íslandsklukkunni sem var nú til á mínu heimili á Vínil þá sagði Halldór Laxness sem nú í höfundurinn og verkans að þegar hann hafi verið ungur drengur þá hafa hann talið að það væri auðvelt að skrifa bækur og jafnvel góða bækur en svo þegar hann hefði gert þetta sínu ævistarfi þá hafði hann komist að því að svo væri að sjálfsögðu ekki og en það er svona skín í gegn að hann ekkert endilega að segja að það sé eitthvað betri niðurstað að þá ferðu kannski bara aldrei í verkefnin og eins og þið vitið að þá sko segjum á stundum sko ef ég hefði vita hvað þetta er mikið vinna eða ég vita hvað það verið þetta og hinn segir sko þá hafði ég aldrei byrjað sko en það eitthvað betri niðurstaða sko oft þetta bara eins og fæðingarhríðir þetta náttúrulega bara
þetta erfitt og hérna, þetta sásveiki en hamingjan sem á eftir fylgir hérna verðskulduð og mikil sko. Þannig að já, við heldum að þurfi svona að ná þessu jafnvægi milli þess að sko fara ekki í alla pytti sem maður sér en ekki vera hræddur við að fara í vandamáli því að þá koma oft einhverja lausnir og einhver hérna, nýraunveruleiki sem býr til relevans og þú verður hérna, til fyrir næstu kynslóð því að sko þið munið ekki lifa á bókmenntum Halldórs Kiljans Laxness sko, því að hérna, það verður að koma einhverju nýjir sem skrifa samtímasöguna sko. og þó að við sko, sem þjóð þú veist, auðvitað bara hérna, lifum á hvort sem það sko, Völuspá eða Njála eða Passíusálmarnir eða ljóð Jónasar Hallgrímssonar eða verk Halldórs Laxness að þá verður alltaf einhvað að taka við sem endurspegla samtíman og að segja okkur einhvers konar speglun á hvernig erum við og hvað gerum við og hvert erum við að fara og hérna og ég held að þess að maður passa sig á því að læri ekki á mikið í þeim skilningi að bara ég er búin að prófa þetta gengur ekkert sko og það kemur einhvers en svona eða hins einn hérna, og þess að sér maður sko ég gera nú bara oft hérna ganni mín að horfa á auglýsingunans sem að Steve Jobs let útbúa sem að reyndar byrtist ekki á þenn tíma Here's to the crazy ones þú veist bara þetta hérna þú veist hérna já, fólkið sem nógu crazy eða bila til þess að halda að geti breytt heiminum það fólkið sem breytir heiminum sko. og hérna og maður þarf svona líka sérst að bara viðurkenna þetta sko. og það breytir ekki heiminum nema að sjá eitthvað annað heldur en við hinn einhverja aðra mynd sem það bara trúir á svo bilað að það dregur okkur all með sér og það náttúrulega ekkert smá mikið afl í því og þess vegna held ég líka sko með burðilefurum svona hvað eru tækifæri sko það svo mikið tækifæri í því að ef maður með skýra sín á það hvert maður að fara og að fá fólk með sér á þá vegferð að þá verður alveg ofboðslegu kraftur til og að svona nýta þann kraft hérna, ef þú færð ekki fólki með þér þá gerist ekki neitt en þú færð ekki fólki bara með þér að því þú ert gúti gæ sko. þú ert með einhverja sín sem það deilir og hérna og þess vegna að því ekki blanda Evrópusambandinu inn í alla umræðu sko, hérna, þess vegna getur svona þess verið hættulegt að því að hérna, þá erum við alltaf að tala það sem að skilur okkur að heldur en það sem saman okkur en stundum það nauðsynlegt sko og þetta svona eins og bara í öllum bara samböndum að ef það ekki hlúðað sambandinu þá náttúrulega driftar fólk í sundur sko og hérna og stundum það bara þú veist, bara allt í lagi sko því að fólk bara til þessi betur borgið annar staðar sko en maður svona bara já, vera meðvitaður þetta sko þetta eilíðar vinna og byrjar alltaf á því að trúa á framtíðina sem byrjar á því að eða sem hefst með því að trúa á sjálfan þig og að þú getur mótað hérna, framtíðina. Þannig að ég held að sko, með fjárfestingar, þegar ég var yngri þá var ég rosa svona kvantitatífur, ég var alltaf að reikna út og þetta var mikil svona Excel vinna sko. En eftir því sem ég hef elst þá hef ég sko, þá þetta meira strategían, potensialið, fólkið, hvað hægt að gera og hvernig hægt að búa til þessa umgjörð. ekkert freistandi fyrir, sorry, Leifur, ég veit út með hellingarspurning ekkert freistandi fyrir mann eins og því út reyndar aftureldur sem svo gott rauðvín hvernig maður til að taka hann í mynd að bara setja allt á eitthvað skuldabrif eða bara eitthvað argæslufélag og bara halla sér aftur, eða það ekkert skemmtilegt kannski? Já, góð spurning. Já, góð spurning. Sko svariði nei. Já. Það ekkert spennandi við það sko og hérna og ég alveg ákveðin í því að ég vinn ekki þannig sko líkamlega erfið að vinna, ég ætla bara að gera þetta til deg hvernig sem það verður sem ég betur veit ekki í dag sko og það var alltaf gaman sko því að þegar maður var til Noregs upp úr aldamótum þá var þetta maður sem hét Úlaf Thún sem byggði sitt sko var fastegna mógull og byggði sitt veld á því að hann byggði svona skýli
í Noregi, mannlaus skýli upp á heiðum og þegar normenn eftir stríð fóru að svona lappum óbyðunar þá gistuður í þessum skýlum og það var kassi sem að settu einhverja krónur í svo fór hann á haustinn og safnaði byrjunum svo var hann stærsti hótelkongur hérna í Noregi með tún hótelin og mikið fastari restur og hann ég man ekki nákvæmlega hvað hann var gamall en hann dó en hann var cirka 100 ára og hann kom í heimsókn og ég hitt hann og spjallaði við hann og hann sagði ég bara í þessu og ég ætla að gera þetta þangað til í deg og hann sagði það búið að vera svona umröða frá því ég var svona 65 ára hver myndi taka við að mér og bara heilblóð og gaman sko en hann sagði okkur ætti ég að þetta Nei, einmitt. En ég held líka að kallar á það að þú sért með eitthvað jafnvægi þú veist, þú getur ekki bara verið sko alla virka daga á kontórnum sko Nei. Og ég fundið mér alveg óbúslega fínt svona andlega andlegt heilbrigði í hlaupunum og í útivistinni og það svona, sko, ég hef reynda að tengja það við fjölskylduna en það hefur gefið mér alveg ofbóðslega mikið og ég held að svona allt þetta maður má ekki einhvern veginn vera upptekinn að því og það þessi stimpill líka sko, þú veist, ég fjárfestir eða tölvunarfræðingur eða faðir eða við erum öll svo marga rullur og ég held að það sé sko mestu máli skipti hvað manni bara hvernig maður upplifir sjálfan sig og það eins með aldur og annað sko bara hvernig upplifir maður svona sjálfan sig til þeirra verka sem eru framundan og þeirra tækifæra þannig að ég bara svona sem dæmi sko ég ákvæðan tíðan þegar ég var að taka saman hvað ég væri búin að koma til margra landa að ég ætla allavega alltaf að vera búin að fara til fleiri landa heldur en lífaldur minn segði tilum og svo setti ég þetta upp í Excel og allt svo leiðis og svo sér maður það að maður er yfirleitt að fara alltaf til sömu landan þannig að það að ná þessum árangri kallar á það að þú gerir eitthvað sem þú er ekki gert áður og það er með svo óbúslega margt að þú verður þá að hætta að gera eitthvað sem þú hefur að gera til þess að geta gert eitthvað annað og það er nú til einhver svona orðatildæki sem ná vel utan að þetta og ég verið svolítið upptekinn af þessu líka að maður sé svona að gera eitthvað nýtt sem þó margan hátt sé svona það sama sko, en semst það ferðast að svona pína mann inn að gera sleppa í að fara til einhverja nýra staða, kynnast nýri menningu, nýju fólki nýri geografíu og slíku sko. Elko, mest árum landsins á rattæki senduðu þetta út allt land eða í næstu verslun. Það er einfalt og þægilt að versla á elko.is. Annað sem að ég kann vel að meta við Elko, verandi nýkomin frá stóru Ameríkunni. Það er með geysilega mikið úrval á einum stað. Einmitt. Og þetta er eitthvað sem tíðkast ekki í öðrum brönsum, en í raftækjunum þá ertu með hvort sem það er smátt eða stórt, það er það. Þú ert með litla kyndilinn, þú ert með stóru uppþjóttavélina, þú ert með litla sjónvarpið, þú ert með risastóra sjónvarpið, þú ert með riksuna, þú ert með starfsfólkið, þú ert með þetta allt saman. Og hvað þarf þetta að gera að þú ert ekki viss? Þú ert að íta á, fá hjálptakkan? Er hann bara einum stað í búðin? Nei, hann er svona 300 stöðum. Þetta er bara galið hvað þetta er hátt þjónustig. En hvað það? ESIT. Já, nýju vinnis. ESIT, Birkir. Bókald og launavitla fyrir einstakling, félag, fyrirtæki og stofnanir. Sko ég held að pabbi minn sem er nú fjárfestir, hann segir að tímaðinum og peningðinum er best vari að vera með bestu mögulegur ágefana sem getur fengið, af því að þetta er besta fjárfesting sem ferði á ferlinum. Já, ESIT eru auðvitað leiðandi fyrirtæki í Norður-Evrópu á sviði fjármálaþjónustu og viðskiptalöfta. Það marg borgar sig að vera með góða ráðgjafa. Það er bara þannig. Ef að Sigurður Bragi segir það, þá er það svo. Rétt. En fyrir þá sem að vilja kynna sér starfsemi ESIT betur, þá var það esitisland.is. Já, verið hjartanlega velkomin. Þetta er fáránlega vel kjarnað við góðri spurningu. Bjarni, þú horfir við mig sem maður sem að ert með tilgang, að þegar maður eldi oft fyrir sér, maður hugsar, svo þegar ég komin þangað, þá get ég hallað mér aftur og allt þetta og auðvitað frægsagan með viðskiptafræðingin sem að fer út að róa með fiskimannum sem að gefur honum alls konar viðskiptahugmyndir og þú getur selt og þú getur fengið fleiri starfsmenn og hann segir til hvers? Nú, þá getur þú hallar aftur og farið að veiða bara í rólegur, fyrir það er ekki að gera það núna. Akkurat, já. Og saman með því að finna einmitt útviðstina og þessa lista sem hún klárar alla, hafa klifið alla hæstu tindana í hverju heimsálfu fyrir sig og þú ert að gera það sem þið finnst skemmtilegt og það skín út frá þér.
ég er búin að setja á mér smá tíma en ég með nokkar spurningar, þú verður að fyrirgefa mér orðaflaumin. Okay. En mér langaði líka að spyrja þig örsnögt sko að þú nefnir Warren Buffett sem þína fyrirmynd og síðan Circle of Competence. En nú ert þú auðvitað komið með fingurna ansi víða í íslensku atvinnulífi en það er búin að byggja upp bara flott og myndalegt eignasafn. Annars vegar, hvernig finnur þú jafnvægið þar og heldur þér sem sagt, ertu meðvitaður allt sem að gerast í öllum þínum fjárfestingum og svo hins vegar ertu búin að nefna talsvert mörg fyrirtæki hérna sem að þú hefur komið að Cargo sem að síðan var Thor Cargo og Tandur, Gasfélagið, Kemi, einmitt, mörg frábær fyrirtæki og enn fleiri ótalin. En mér langar líka að spyrja þig, er eitthvað svona sem stendur upp úr sem að þú veist með skemmtilega nálgun og sín á áður nú keypti fyrirtæki og síðan raungerðist? Success story. Já, sko margt að þessu hefur verið hérna sko mjög skemmtilegt og ég hérna svolítið komist að maður kaupi fyrirtæki þá fær maður svona eitthvað viðbröð út úr samfélaginu og ég man alltaf þegar ég hérna keypti Ellingsen hérna þá var svona af Ólís ekki? Jú, af Ólís, líklega 2015 eða 16 hérna, þá voru svona fekk ég svona svolítið neikvæð viðbröð bara svona, hvað ætlar að gera við þess að vörumarkað þarna niður á Granda og það var líka, þá var það kannski ég muni eftir þessu, þetta var svona stort flæmi og það var svona dýr, svona afrísk dýr þarna upp á veggjum og svona, já og mikið náttúrulega verið að selja af sko veiðivörum og slíku og það var, mann alltaf eftir að þá vorum með svona að selja snjósleða og svona fjórhjól og svo leiðis og svo vorum við að selja hérna bara veiðistangir og byssur og allt þetta dót og það voru strax einhverjir sko 3 sem hefðu samband með og vildu endilega losa mig við þessa hérna þessi fjórhjól og 6-hjól og hérna og það allt og vildu kaupa það að mér og ég held að á sama tíma þá hafðu svona 3 samband og þauðist verið með svona heildsölu með veiðivörur og hvort ég vildi ekki kaupa það sko. Þannig að maður sá bara strax, heyrðu, þetta er líklega ágætis business salan á þessum tækjum og hitt er líklega frekar hérna. Þannig að við fórum bara í að efla sölun á tækjunum og hættum að selja byssur og hérna og flugur og hjól og allt þetta. Því þetta er náttúrulega, þú vilt vera að selja eitthvað sem þú hefur sko, getur gert allt árið. Þetta er alltaf rosa erfitt að vera með að þetta er það sérfræðinga sem eru þá kannski bara skotveið tímabil eða flugveið tímabil eða eitthvað svo leið sko. Þetta dettur svo mikið þarna á milli og það sem við gerðum þarna var að við fórum í breytingarnar á húsnæðinu breyttum því að byggðum þarna millihæð það sem er núna hérna Gauti Grétars og hérna semst Sjúkraþjálfur Reykjavíkur og síðan er hérna gæludýr.is og Liv og Helsa og allt í einu komið mikið líf í húsið og svo verslunin og við minnkuðum hann úr held ég 1200 eitthvað fermetrum í 600 eða tæplega 600 og allt í einu var bara þetta mjög vel heppnað sko en það er mjög erfitt að vera með eina búð og á þessum tíma þá hérna þá svona leiddu við saman hest okkar með fyrirtæki sem heitir S4S og það var heilla spor og hérna þannig að þá svona komaður svona rekstrinum í þann farveg og við gotum að fara að bæða taka inn þá fleiri skónúmer þarna og hérna skótegundir og fleira og svo koma þá inn í fjölbreyttari rekstur og þetta var svona hlut af stærra mengi og þú bara þróa það fyrirtæki áfram og hérna er núna að taka Lindex og svona að vera sterkar í smá sölu verslunni í fatnaði og skóm og auðvitað sér maður ekki þetta allt svona fyrir en þú bara með eitthvað svona sín heyrðu, við þurfum að breyta þessu húsnæði og þá fyrir maður að fara þetta og svo það er ekki hægt að reka fyrirtæki sem er með eina verslun eða þú ætlar ekki bara að vera á gólfinu hérna sjálfur sko. Og þannig að það er svona leiðir sko, ofta eitt af öðru og bara gekk vel og það var annað fyrirtæki sem ég keypti á Olí sem heitir Ísmar
og líklega 2012 og Ísmar svona mælitæki og þá var fyrirtæki sem Óli sátti sem að hét Hátækni sem var svona við það að fara illa og þá keyptum við bæði Motorola umbúðið þaðan út og svona hita- og lofttæknisvið, flekt og annað amrist vörumerki og síðan semst þá keyptum við Fálkan og saminuðum það og svo keyptum við fyrirtæki með iðnvélar og þá allt innu og þetta er bara orðið aldrei svona þéttrið sko þjónustunett fyrir vélaverstaði og fyrir verktaka og fyrir verkfræði þjónustur og sveitafélög og svo framvegis og þetta er svona maður þarf svona bara að finna eitthvað þráð stundum til þess að spinna og vera með góðu fólki og stundum gerist þetta bara 1, 2, 3 stundum tekur þetta 5 ár og stundum tekur þetta 10 ár og þess vegna líka hef ég ekki verið sko upptekinn af exiti að ég held að maður getur bara haldið áfram og fundið nýjar sko applikasjónir og ég er líka svolítið upptekinn af því að vera með fyrirtæki sem að krefjast ekki sko allt og mikillar endurfjárfestingar. Þannig að svona taka svona dæmi eins og bara eins og fjarskiptafyrirtæki. Það bara fer og mikill hluta ebitun í að viðhalda tekjuflæðinu. En auðvitað er þá ebitan há sko en svona sjóðflæðilega séð til hluthafans þá hafa svona til dæmis svoleiðis fyrirtæki ekki heilla mig. Þannig að maður svona bara líka oft sko koma náttúrulega hugmyndir frá samferðamönnum og maður reynir að vinna með góðu fólki á öllum stöðum og þá verður þetta ég vil ekki segja auðvelt að koma alltaf upp einhver mál til þess að taka fyrir og starfsmannamáli eru auðvitað alltaf svona eða ekki alltaf, eru oft svona bara erfiðustu málum sem koma upp mér er alltaf minnist að þetta þegar ég var svona að byrja í þessum viðskiptum þá var hann Hörður heitinn Sigurgeirsson forstjóri Eimskip og hann var svona risinn í íslensku viðskiptalífi og þegar hann hætti þá fór hann í svona viðtal hjá Frjálsri verslun og mér er alltaf minnist þetta að hann sagði þar að þeir sem þú vinnur með þeir partnera sem þú velur vandaði það val mjög vel því það mun skilgreina þau verkefni sem þú þarft að glíma við og mér finnst þetta vel sagt sko. og það er svona það er svona fólki sem þú vinnur með og öll höfum við styrkleika og veikleika og maður það svona bara bera virðingu fyrir því hvað fólk kemur með að borðinu og hlusta og sömuleiðis að ætlast þess að ámann sé hlusta en það þurfum maður þá að færa rök fyrir sínu máli og svo er líka svolítið stórt í þessu að þetta sé svolítið gaman það þarf að vera svolítið gaman sko. Þetta er svona af hverju ertu að þessu yfir höfuð sko. En ég reyndar að ég ætla að vera alveg heiðalög við sko, þegar maður rennir yfir að lista þá fyrsta sem ég hugsaði var bara ok, boring business is good business skilur, ef ég væri að hafa gaman þá myndum maður að kaupa flugfélag já, ég hef ekki verið nei, mér bara svona sem tekja sem dæmi sko að því að nýlegt dæmi þá ég var lengi inn í það sem heitir Fáfnir Offshore og sem var skiparekstur sem átt að þjónustu olíuiðnaðinn en sko 2015 þá fer olíuverð úr því að vera sko $110-20 á tunnuna yfir í svona 25 og þannig að það bara allar ekstra fórsetu voru bara út af borðinu og við vorum með samning hérna við sýslumann á Svalbarða og fórum í að bara efla það og komum því síðan á og fyrir 23 þá fór sýslumaðurinn aftur í útboð og og við sem við unnum og skipið þarna þjónustu þetta og verður fram á næsta áratug og bara gaman að því og við síðan seldum það á síðast ári en það var Akur sem er svona sjóður sem er á Íslandsbanka sem var með okkur í þessu ferðalagi og svo Guðmundur Áskísson mikill snillingur sem að ragli yngi Neskip og var svona að keppa við þessa stóru flutningafélög þegar allt var bannað
hann við seljum þetta og hann átti þá félag sem heitir Köfunaþjónusta og þannig að hann segir mér ég fann eldast og ég vil bara að þú kaupir þetta líka og ég fór að skoða þetta og mér hefði aldrei dottið þetta í hug sko. Þannig að stundum bara en svo fór ég í heimsókn og sérstaklega aðlaðandi fólk og vel skipulagt fyrirtæki og spennandi og í allt öðrum sko efnum og verkefnum heldur ég hefði séð fyrir mér eins og bara snjóflóðavörnum og ýmsum svona þjónustu við hafnsækna starfsemi og bara mikil þekking og reynsla sem þannig samankomin og ég var bara heillaður og þetta endaði bara með því að þetta gekk eftir sko. En þetta svona fyrir einhver þetta bara sko bæði boring og bara mjög svona spes sko en mér fannst þetta svona ofta þetta að þú kemst í nálæðina þá sérðu fegurðina það trú því og mér fannst þetta bara sérlega heillandi og búin að sjá svona nokkar leiði til þess að hjálpa fyrirtækinu við að vaksa og dafna því að eindirnar sem inni eru óbúslega spennandi og miklir styrkleikar. Aðeins á léttu nótunum fyrir hlustendur sem hlusta eitthvað, þú geiri eitthvað svona fyrirtæki sem að þú væri til í að eignast? Já, það það nú sko. Já. En ég veit ekki hvort ég get farin eitt út í það. Sko, ég get alveg sagt sko ef ég horfi á þennan sko skráða markað hér á Íslandi í dag og hefur hann svolítið setið eftir og mér finnst til að mynda fjármálageirinn bara vera mjög spennandi á Íslandi og mér finnst þetta vera velrekin fyrirtæki með sterka markaðsstöðu þar sem að hefur átt sér stað heilmikil samþjöppun og horfandi á viðræður Arion og Kviku sjálfsagt einhver samþjöppun eftir þar og verðlagningin á þessum fyrirtækjum í mínum huga þannig að ef maður fer inn þarna núna að þá eigi maður ekki eftir að sjá eftir því eftir 3, 4, 5, 6 ára eða hvaða svona fjárfestingaramma eða tímaramma fólk hefur í því en sko þetta hefur einhvern veginn hafa þessi verkefni frekar svona sko komið til mín heldur en að maður hafi verið að svona sverma fyrir einhverjum fyrirtækjum og það mér ekkert kapsmála að eignast fleiri fyrirtæki bara alls ekki og en ég líka sko Tor Cargo náttúrulega með mikla starfsemi í Rotterdam þannig ég þar í hverju mánuði við erum 4 starfsmenn sjávar sínar og 2 eru á Íslandi Reynir Jónsson og Ingólfur Helgason og svo þá 1 í Noregi og ég hef þetta mikið í þjónustuskip við laxeldisiðnaðinn bæði í Noregi og í Skotlandi og svo þjónustuskip við olíu og gas iðnaðinn og ég sé bara heilmikil tækifæri og hef svona gaman að því og þarna náttúrulega bara þetta bara stærri leikvöllur og stærri tjörn og þannig að ef mann vantar að koma sko einhverjum peningum vinnu þá það alveg nógur grundvöldu þar sko þannig að en ég hef haft gaman að þessu og ég hef haft gaman að þessu íslenska viðskiptalífi og að vinna með fólki í rekstri það er auðvitað endalaust að vera sko ef maður vildi, reyna að koma sér í einhverja stjórnir, einhverja samtaka eða skrára fyrirtækja eða hvernig það ég hef frekar viljað vinna svona nánara með einstaklingum sem eru í smærri fyrirtækjum og eru þá bara með sko viðskiptavinna inn á borði getur maður sagt sko og sömuleiðis með starfsmannamálin og fjármálin og þetta er svolítið bara svona unnið saman heimilislegt já og þú veist, ég var ásátt í Tandus á laugardagskvöldið og þú veist, þannig maður svona að reyna að vera með og svona hlusta á hjartsláttin og það er gaman sko og ég var á föstudags hádeginu þar líka, þá vorum við að fá svansvottun á sápur og það kannski svona finnst mér líka tákgrænt sko, svolítið áhugavert þú veist, þetta er umhverfisstofnun sem að veitir þessa vottun og þetta er auðvitað samnorrænt verkefni og eins og hún sagði hún Lilja sem umhverfisstofnun sagði það er auðvitað ekki mörg framleiðslu fyrirtæki á Íslandi
bara svona til að byrja með sko og við erum svona algjörlega leiðandi á þessu sviði og sömuleiðis bara mjög framalega á Norðurlöndunum og mér finnst þetta sko og við erum að þá að sækjum 14.001 ISO vottun sem sett á að fylgja umhverfisstöðlum og er þá bara með umhverfis vottaðar vörur eða þá meira og meira en við erum komið með þetta í uppþvottalög og svo sápur og allt þetta og þetta er svolítið gaman og við erum að vinna allir einu verkefni sem er að nota þá eins og mjólkufernur og sem er þá skílað inn í sko pappír sem þá fer út og kemur aftur sem pappír einhverjar þurrkur og dót og liður í því að búa til svona hringrásarhagkerfi og mér finnst svo gaman að bara taka þátt í þessu og þú sér þetta tekur einhver tíma, þú sér þetta verða að veruleika og svo kemur einhver viðskiptaður og segir herru, þið erum að fá 14.001 vottun það er frábært, þá bara veit ég þetta er í lagi og ég vil bara versla við ykkur og ég segi bara þetta gefur manni dálítið mikið sko frekar heldur en að sko mæta mánaðalega einhvern stjórnafund og þú ert með einhvern 60 síðan glærupakka og sem þú ert misvel lesin í og svo fer helmingurinn að tímanum í eitthvað chit-chat en mér finnst bara skemmtilegt að vera svona í ég veit ekki hvort að maður að segja grásrótin en í bara þú veist í því að hafa relevans í að hafa tilgang fyrir umhverfið sko. Raunhaggerðið já og ég er dálítið upptekinn af því sko en ég þetta bara þetta samhengi sko þetta eins og umhverfisstofnun sko að það er núna þessi umræðu og ég held að sé á réttri leið að þetta er svo erfitt eins og bara fyrir veitingastæði þetta er svo mörg leyfi og þú þekkir þetta sko að þarna er þegar við sækjum að fá svansvottun á eitthvað efni þú veist þá er unnin einhver umsókn og við erum gerandinn þú veist það er ekki eins og einhver koma og segir nú til þess að hafa þetta starfsleyfi þá þurfum við að taka þið út og þú ert að gera þetta þú veist við erum að biðja utanakomandi vottun utanakomandi compliance við erum að biðja að vera undir einhverju regluverki og það er svo allt öðruvísi bara ef þetta er frjálst og svona frívilligt að þú ert að koma og segja, viltu taka mig út? Viltu staðfesta að ég sé að gera það sem ég segist þér að gera? Að þetta sé svona heldur en ef einhver kemur og segir verður að gera svona þetta er svo allt öðruvísi sko. Það er svona, ég fagna því mjög sko, og þú sér þetta að þú ferðir á heimasíðu sko, köfuna þjónustunar, þú veist, það er ISO 9001, það er vottun frá DMVF og allt þetta, þú veist, ef að kemur eitthvað sjóslys eða eitthvað tryggingafélag, þá bara sér það, herðu, þetta er alveg félag þetta er með sína hluti í lagi og þetta finnst mér vera mikilvægt semst að þessi fyrirtæki sem maður kemur að séu bara að gera hlutina vel og að skipti sko minna máli að oft ef maður spurði bara byrju, ertu ekki allt og mörgu ertu bara út allt jú, þetta er allt rétt ég er í allt og mörgu út allt en ég er bara gaman af þessu sko og þá er maður líka að vinna einhverjum svona framgangi og stundum bara já, bara þetta sem manni finnst bara merkilegt sko og ég held að bara við tek aftur eins og tandur og þessa endurvinnslu á pappa, þú veist að þessi umhverfisvæna vörur en ekki eitthvað ætandi eða niðurbrjótandi og vörur og annað þvílíkt sko, þú veist þetta er auðvitað veggferð sem er líka þannig að bara taktu svona fyrirtæki eins og Brim eða Samherji eða Síldarvinnsluna eða eitthvað, þessi fyrirtæki þurfa að hugsa gæði sinna birgja og þurfa að skila, þú veist, það eru kaupendur, Tesco eða Sainsbury eða Carrefour eða hver sem það er, sko, sem segir, ég vil bara fá að vita hverjir eru þínir birgjar, bara eru þeir í lagi, hvernig eru þeir metnir og eru þeir að koma með kolefnisspor inn í þína starfsemi. Og þess vegna bara það verður það mun koma, ég veit ekki hvernig það verður, það mun koma bara að maður bara segja, heyrðu, þessi sápa, hún er bara kolefnishlutlaus. Þannig þú getur bara notað hana og það er ekkert að auka við þína kolefnisnotkun eða útblástur. Og þannig að það verða svona þetta sem að maður þarf bara að hugsa sko, til að hafa relevans, bara alveg eins og heimar hafa nú verið mjög leiðandi í svo bara flokkun og sorpi og leigutaka skuldbindi sig bara gera græna leigusamninga og allt þetta og þetta er og það er svo gaman finnst mér að taka þátt í einhver svona, þetta er ekki svona fyrir 1. janúar þarf þú að gera þetta eða eitthvað, þú veist, svona sem eru svona hvaða tengt sko
ofanfrá. Það bara, við gerum hérna samning, við stefnum að þessu. Og bara, ég stoltur að vera partur af þessu, sko. Og þá þegar maður allt inni bara að sjá, býtu, við erum að henda miklu meir í pappa heldur en sambærilega stærðir að búðum inn í Smáralindinni eða við erum miklu betri í þessu, sko. Og það sem að sé þá skipti máli, sko. Og mér finnst nefnilega stundum eins og maður verið ykkur úttektum og svona og þá bara, sko, mann var eitthvað tíðan komið upp, sko, eins og hvað nota banki mikið af vatni. Einmitt, já. Þú veist, það var eitthvað bara, þú veist, það bara, hversu oft þú sturta niður eða... Það er Arjón með fossin sem var klúður, sko. Já, sko, meðan að, sko, eins og til dæmis, eins og S4S, sko, það myndi skipta okkur máli bara, sjáum bara, sko, vöxtin í þessum loppum. Fólk vill endurnýta vörur. Sumir bara, ung fólk sem ég þekki sem að segja bara, ég vil bara kaupa notuð föt. Já. Og bara, ok, fæn. Það er magnað. Já. Það er frábært. Akkurat, og þá þá þarf maður svona bara að hugsa er þetta það sem þessi kynslóð vill og ef ég ætla að vera hérna eftir 20 ár og þá þarf ég að hugsa þetta, sko. Kannski er ekki allir svona, sko. Og þetta er auðvitað allt svona einhver misvísandi skilaboð við eins og bara, þú veist, yngri kynslóðin er náttúrulega fyrst og næst í netversluninni. Jú. Og það að vera að fljúga inn í mismöndi pökkum er náttúrulega miklu meiri kolefnis útblástur heldur en bara ef þetta er sendt með skipi og fer í búð. Þannig að, og sama er, sko, að þetta nota volt til þess að sækja. Já. Þú veist, þetta er já. Þetta er leti í mínum en þú veist, það er bara mín kynslóð og Eru hættir hjá okkur Þau voru auðvitað okkur síðast að þetta Já Sammála Nei, það er, sko, en þú veist að já, það enginn má við tímans þunga nið, sko, þú veist, það er bara ný kynslóð skilgreini sín þú veist, fólk hafði nú miklar áhyggjur á 7. áratugnum af öllu þessu síða hári á kallmennum, sko, þetta væri nú bara byrjunin og endalókunum og allt það, sko, þannig að allar kynslóð vera svona marka sinn sess, sko, og pissi sín hot og þá þarf maður bara að ákveða, sko, hvort maður allar er bara, hvað er þetta fólk að eitthvað bla bla eða hvort maður er bara, já, þetta er áhugavert hvernig bregðast við þessu? Það er náttúrulega klárt, sko, eins og maður bara tekur eins og við hefðbundi verslunarrekstur, þá er náttúrulega bara þú veist, netið þú veist með innlenda launakostnað og leigugreiðslur og svo er netið sem er ekki að flytja inn, sko, verðbólgu þú veist, þetta keppa við það og þú keppa við loppuna þessum að þú veist, 9 skór kosta 20.000 og þú fær bara eitthvað á 25, sko þannig að, og þá er þetta stíga þessu öldu, sko en já meni og já, bara að því við vorum að tala um Volt og sko, ég meni svo bara svo Dominos stjórnarforma Dominos að þá er þetta, þú veist, við erum með dreifikerfi og fólk á launum og þarna kom einhver aðalar með, sko, bara verktakastarfsemi og eigin bíla og allt annað tekjumódel og þá þurfum við bara að horfa hvernig bregðustu við því, þú veist, þetta er bara breyting umhverfinu Þið heldur samt bara áfram að vera með ykkar dræfara Já Þegar bara líklega reiknað út og það var bara skynsamlega. Já, allavega, sko, erum við með það kerfi í dag, þú getur pantað ekki nú Volt, en við erum með dreifikerfi hjá okkur. En þess vegna segir það þessi leti kannski að því að það er náttúrulega, þú fær meiri framlega. Já, sko, ef þú ætlar að fá tilboð, þá verður að sækja. Já, þetta var gott sjálfbærni hot. Já, það var gott. Ég var ekki með þetta í andritinu. Taldum handið, við erum að detta í riddarspurningarnar. Ég ætla bara að slúta sjálfbærni bara eins og Bjarni er að tala um kannski, þú veist, sjálfbærnin er kannski bara villigötum að einhverju leiti að þið er að sækjast eftir viðurkenningum en ekki öfugt, sko. Já. Og neytandinn, þetta mun, sko, þessi hringrás mun bara til að taka, bara ára allt annir átt, sko, eins og við sáum bara, sko, þessi makríl og þessi flökkustofnar hafa verið vandamál að því leitinu til að þeir fara milli lögsagna og semst, við erum að veiða eftir okkar tilskipun og svo Evrópusambandið og Noregur og Færeyjar og það er meira heldur en alþjóðlega Hafrannsóknaráðið er að ráðleggja að eigi að vera að veiða og svo núna bara eins og með makrílina þá bara minnir að það verið Veitrós síðustu vikun segir bara, við erum hætt, þetta er bara
unsustainable hætt að kaupa og það ekki þannig að þar með komur ekki vörunni neitt út sko. En þessi signal eru þarna sko. og ég held sko, maður þarf ekki að vera endilega sammálað í öllum tilfellum eða þá hvaða leiðir er að vera að fara en ef þú hlustar ekki á signalin þá einhver tíman verður bara úreltur og þess vegna ég bara mjög upptekinn af þessum sko, sem ég á ekki íslenskt orðið svona relevans að þú sést þú hafir viðvarandi tilgang og hvað það? Já, og í öllum fyrirtækjarekstri sko, það er alltaf að breytast umhverfið og stundum, og það er eins og alltaf að manni hættir til og það er bara mannlegt að ofmeta breytingar til skemmri tíma og vanmeta þær til lengri tíma og þess vegna er svolítið mitt hlutverk sko því ég er ekki í daglega rekstrinum að reyna svona að hefja sig aðeins upp fyrir þetta og segja svona hvað getum við lesið út úr þessu, hvað er þetta að fara en ekki bara hvernig var reksturinn í febrúar er þetta betur enn í febrúar 25 og allt þetta sko, sem er auðvitað nauðsynlegt líka útsýnir á þeirlinu dálítið, svona aðeins já og ég held að þetta sé mikilvægt og þessi sjálfbærni þetta var, ef maður horfir á þetta í baksýnisspeglinum að þá var þetta sko allt og mikið og við ætlum að gera þetta allt og hratt og svo núna er þetta einhvern veginn bara heyrðu, við þurfum ekki innlega þetta, bara sleppum þessu býðum bara með þetta eða ítum þessu út af borðinu og hvort það ekki er bránt sko þú veist, þetta er bara eitt af því sem að sko er viðvarandi verkefni að við séum ekki bara að horfa til sko, þetta við erum með fjármagn sem auðlind og við erum með fólk sem auðlind og við erum með hráfurur og slíkt sko sem auðlind og við getum ekki sagt bara fjármagnið er meðhandla svona og fólkið er meðhandla svona og svo bara hitt er bara einhvern veginn sko hvort sem það er lithium eða kopar eða olía eða vindur eða sól sko og ég til við samfærum það að sól verður ódýrasti orkugjafi til framtíðar litið betur en sko kjarnorka, olía, vatn, whatever. Erum við ekki vesinn þá í Íslandi? Þarf ekki að vera. Nei. Að því að þetta er svona intermittent orkugjafi, það er að segja bara þegar sólin skín. Já, ég er að segja það sko. En það við erum með svona svo kallar baseload, eða það sem vatnið er bara alltaf og hitinn er alltaf sko og þá hendar það í sumt. Okay. En við sko, við lærum inn á það og bara svona sem dæmi sko við settum þegar við erum á Iceland Seafood þá settum við sólarpanela bæði í Barcelona og Madrid sikkvort 0,5 megavatti og og það náttúrulega bara ég vil verða framleiða yfir daginn og þá náttúrulega verða að nota mesta orkuna sko en eitt af því sem var verið að fara að implementera sko var að þegar að sko þú getur framleitt meira en þú nota að þú farið ekkit fyrir að fara inn á netið að þá var farið að sko bara setja þetta í kælingun á frystiklefanum. Máttu ekki selja umfram? Þú farið ekkit fyrir það. Ok. Þá bara getur þú sett það í meiri kælingu kannski sem bara hafa -22 þá bara keirur það í kannski -24 því það þarf ekki að keira það nóttina það er alltaf lægið þó að lækki úr -24 með -22 og þá er í rauninni ísklefin eða sérst frystiklefin hann er orðin raflað þú ert að jafna þess út þannig að ég held að það muni bara svona dæmi það muni koma, við munum hugsa upp svo miklu fleiri leiðir heldur en bara að segja þetta er ómögulegt út af þessu og þessu sko þannig að já, ég er samfæður, ég trú á hugkvæmni mannsins og framtíðina, eins og áður við framkvæmum. Skemmtilegt. Við erum að detta í loka leiðina sem eru rittarspurningarnar og svo loks hraðaspurningarnar. Já. Já, það verður allir settir á teinin hér. Okay. En áður við komum þeim, þá langaði mig að kafa aðeins í eitthvað sem við höfum aðeins snert á í gegnum þáttinn sem að er Bjarni utan við nú þessi áhugamál sem þú hefur. Þú ert svona listakall. Þú klifir nokkra tinda og farið á einhver fjöll og jáfnframt heimsótt nokkur lönd. Getur þú sagt okkur aðeins frá áhugamál og svo þetta hlaupandellunni miklu HHC og... Já, sko upphælega var þetta bara eins og ég segi, það var lítil eftirspurn eftir mér 2009 og ég fer á Norðurpólinn og
þá voru 100 ár frá því að fyrsti maðurinn hafði komið á Norðurpólinn, Robert Peary, og það var indversku vinur minn sem var með mér og svo árið eftir þá samband og sagði, heyrðu svo eru 100 ára frá því að Amundsen kom á Suðurpólinn á næsta ári, verður ekki að fara þangað líka? Og ég var bara, jú, ég er klár. Og þannig við fórum á Suðurpólinn 2011 og síðan fór þetta að leiða bara eitt af öðru og hann kom með mér á bæði Kilimanjaro og Elbrus, við fórum á 2013 og 2014 og þá var ég komið með bakteríuna og þá fór ég yfir Grænlandsjökul í Nansens spor frá austri til vesturs. Hvað þýðir það? Hvernig fórstu yfir Grænlands? Já, þá bara byrjum við á Austurströndinni, bara með púlku og mat til mánaðar og svo bara lagt á ísinn og fyllt alltaf með riffil ef við myndum mæta byrni og var álagt að fá okkur ekki í bacon fyrir að vera konur svona 100 km frá ströndinni því hann væri mjög líktnæmur og farið upp á jökulinn og í 2500 metra hæð og púlkan svona 100 kíló til að byrja með. Þannig að þú bara ert með svona mittisband og þegar þú ert að labba upp á móti þá dregur þetta mikið í og við vorum 28 daga á ísnum og og ótrúlega mikil upplifun og lögðum að staðið miðjan apríl og komum tilbaka miðjan mæ og bara frábær ferð í alla staði. Hvað er skemmtilegt við þetta? Það sem er skemmtilegt þarna er þetta rútínan. Þetta er bara til að taka daginn. Þú vaknar kannski svona segjum bara 6:30 og þá ertu svona að hlúa að þér. Það er kannski 25 stiga frost og þú ert inn í tjaldinu í svefnpokanum og það auðvitað leið svo hugsun læðist að þér bara það er hlýtt í svefnpokanum og fá 5 mínútur og snúsa aðeins en þú þarft að drífa þig í gang og þá bara eitt af því sem að ég hef haft ef það er eitthvað sem að þú þarft bara að gera og átt ekki vera að hugsa ekki hugsa það og gerðu það en þú þarft líka að það er undirbúning þannig að til og með alltaf er svona 7-föld endurkast af ísnum þannig af sólinni þannig að þú ert að bera á svona opin svæði þá andlitið og hendunar og þú ert ekki fara að geta sett á því sólavörnum og hafi sett túbuna í svefnpokann kvöldið áður annars er þetta bara beingattað og svo er bara að fara fram og hita vatn og ef þú þarft að áður nátt gera það þú þarft að hlúa að einhverju með blöður og fótum eða setja eitthvað svona eitthvað krem eða dót eða plástur og allt þetta og svona koma þið fyrir og svo er bara að breiða vatn og borða og svo þarf þetta að taka saman tjöldin og koma aðra stað ég viltu vera lagður að stað svona 9 og svo labbaður kannski 1,5 tíma tekur 5 mínútur aftur 1,5 tíma tekur mat, borðar eitthvað, farið súpu eða og þú ert alltaf að borða eitthvað alltaf það er rosa orku og svo tekur aftur 1,5 og 5 mínútur og aftur 1,5 og 5 mínútur og þú ert einn með sjálfum þér og þú ert bara stundum ertu með eitthvað í eyrunum stundum ekki og þá ertu bara og þá þarftu bara að lifa með sjálfum þér og þú ert náttúrulega í einhverjum hugsunum að þú ert líka, þú ert komin í einhvern svona rytma og það er allt samt fullt í gangi og á þess að maður kannski endilega átti sig á því svo bara er klukkan kannski orðin 5 þá þarftu bara maður búðir hér og ef það er slæm spá þá þarftu að búa til svona garð fyrir tjöldin og svo þarftu alltaf að tjalda og þarftu að búa til klósett og svo þarftu bara að fara að elda og ég var með svona eitt eina stróflösku með mér og ég fekk mér alltaf eitt snafs til matinn og pelina var þetta er 80% og ég kláraði hann ekki ég hefði klárað það já, og svo í startþólunum og svo þetta bara að sofa og ert náttúrulega bara alveg búinn og svo þetta taka pizzuflöskuna með þér inn í svefnpokann og þú kemst í svona rútín og það er engin interruption allt okkar líf í dag er truflun
En þetta ekkert hættulegt? Ef eitthvað myndi koma Jú, upp á? sko aðalega í byrjun og endan, þú veist, það semst mesti vindurinn þegar semst hröðunin á sér stað þegar vindurinn fer niður hlíðarnar, þannig að mesti vindhraðin er neðst í jöklinum. Þannig að upp á jöklinum var bara fínt veður, og svo upp á jöklinum þá kemur á svona NATO ratsjárstöð sem var yfirgefin 1988 þegar GPS-kerfið kom. Og þú fer bara það og sér bara biljartborðið og hveitið í skápnum og tóma bjórflöskur og þú veist, eitthvað bara abandoned military base og svo heldur bara áfram og kemur þau niður hinum megin og eftir 28 daga þá ertu ekki búin að fara í bað í 28 daga en þú er búin að vera með blautkluda og þú bara kemst í ákveði svona ekki nirvana en svona, þú veist, í ákveðin rytma og bara, þú veist, það er engin, þú getur verið með svona skinn sem þú leggur á, að það er engin drulla, það er engin mold, það er engin eina lyktin sem þú finnir, bara lyktin af sjálfu þér. Og þetta er allt svona bara svona, eins og sem maður myndi ímyndið svona meinlæta líf. Og auðvitað er kalt, þú er að passa því að og ekki kalsár og allt þetta, og svo er auðvitað félagskapurinn og þegar þú ert í mínus, hvað er kallt þetta, mínus 25? Já, svona 20-30. Og þó þú sé búin að djöflast og labba í klukkutíma, þeir eru samt kallt eða? Nei, það er svona, þá er svona eftir svona klukkutíma svona Jesus Christ. Nei, bara til að svara spurningu almennt, sko. Þannig að ég hef óbúslega gaman á svona leiðangurum og þetta er mismöndi hvort þú ert að klífa fjall og hvort þetta er tæknilegt klífur eins og ég var fyrir ári síðan í Indonésiu, þá var ég á eyjunni Papúa og klifraði sem heitir Carstens Pyramid og þannig að þetta er svona misjandi, en ég hef alltaf reynt að fara og þetta var Everest leiðangurinn frá bara miðjum mars og til loka maí, þannig að það var svona lengsti leiðangur sem maður hefur farið í en Það er stórhættulegt. Já, jú, þetta er sko en með betri búnaði og betri skipulagningu og þá verður þetta orðið minna hættulegt. Ok, það hafa einhverjir 300 manns látist þarna, ég er meðvitaður það sko, en í dag er þetta orðið svona milli 1 og 2%. Og það er samt mikið, sko. Það er samt mikið, en þetta eru sko K2, Nanga Parbat og Annapurna sem eru svona í sérflokki. Þannig að ég er ekki farið þangað. En þetta togar og þetta er fíkn. Maður er alveg viðurkenna það. Þetta er fíkn. Bara mann eftir fór 2019 á Everest og þegar ég kom heim þá var ég spurður sko, myndur þú gera þetta aftur? Og ég bara sagði, já og ég bara sagði, ég hugsaði mig ekki svona sko. Þannig að þetta og þú kynnist sko fólki og áhugaverðum einstaklingum og þetta er skemmtilegt sko en þetta er ekki stuð skemmtilegt en bara þú veist þetta er svo mikil það hljómar svo skemmtilegt eftir á já, en er samt sko svona já, og stundum er þetta mjög krefjandi og sérstaklega líka í 3 leiðangrum þá hefur einhver dáið og það er auðvitað stórmál og maður er svolítið tíman að ná sér en og það er auðvitað sem situr eftir sko og dregur úr manni, það er ekki þetta neita því en þetta er sko Everest, Suðurpóll, Norðurpóll þetta eru út í aðrar heimsins og ég sko, mér finnst þetta er svona spurning sko að við vorum að ræða Warren Buffett og svona fyrirmynd sko mér finnst sko ég ber alveg ómælda virðingu fyrir þeim sem hafa þurft að takast á við náttúruöflin og sem hefur tekist vel upp í því sko, bara svona fólk eins og Fjalla-Eyvindur Jónsson og Halla Jónsdóttir sko, þetta fólk sko er á 18. öldinni sem er líklega erfiðasta öld Íslandssögunar með Skaftáreldana og allt þetta það sem fólk bara á láglendi var að deyja og þau eru þarna í Hvannalindum og Herðabrauðalindum og Hveradölum og Hrafnsfirði út allt og bara auðvitað þú veist missa þau börn og deyja og þetta er náttúrulega gríðalegt svona hart en þau bara þau ná að lifa þetta af sko, í öllu þessu sko harðbýli og það sem að umhverfið er svona andsnúið þeim
og þannig að þegar ég sko, og þess vegna eins og Friðjón Nansen mikil hetja í mínum huga og þessi sem var með honum Hjálmar Jóhansen sem dreif voru af framskipinu og ætlaði að fara Norðurpólinn og fóru til Frans Jósef Land og alltaf minnist þetta sko að það var saga af því þegar að þeir voru að reyna að leita hvað þetta svona koma sér áfram þar, þeir eru konir við ströndina og þeir voru á kajak og Hjálmar átti að festa kajakin og svo voru þeir með eitthvað búnað og reyna eitthvað sjónauka að reyna að skoða eitthvað og svo sér hann bara að kajakin er fljóti í burtu og hann ekki festan nógu vel og Nansen bara rífur sig úr skinnbjöllunum á villina og hendi sér út í og hinn sér að hann er nú verið að ná sko kajakunum en það er svona að hægja á honum, þetta er náttúrulega bara ísjökulkalt þarna og svo næra hann kajaknum en honum sýnst að hann sé ekki ná að hífa sig upp til þess að geta sest í kajakin og hann glími við þetta og svo nokksins næra því og þeir voru náttúrulega miklum matarskortið þarna og þeir voru með allt sitt í kajaknum þar á meðal haglabyssu og þegar hinn liggur rennandi blautur í ullafötunum komin upp í kajakin þá sér hann 2 svartfugla og hann auðvitað er ekkert að drífa sig í land heldur náttúrulega bara tekur upp byssuna og skýtur svartfuglinn áður en að kemur í land sko og hinn síðan bara dregur hann og þá voni eitthvað skinn sveppoka og til þess að ná á hann hita aftur og eldar í hann svartfuglinn sko þegar menn glíma við svona og ná samt þessari rökhugsun sko að því að þetta er svo mikið spurningu survival að þetta kennir manni svo mikið og ég held að til dæmis eitt af því sem þetta hefur kennt mér og það hefur lagt mjög mikil áherslu í svona leiðangurum það er það sem menn kalla self-care að bara ef þú ætlar að lifa þetta af ef þú ætlar að ná árangur, ef þú ætlar að vera með rökhugsun og vera tilbúin þegar áreynir þá verður að passa upp á þig þú verður að athuga er eitthvað staðar komið kalsár er eitthvað staðar nuttsár þú verður að passa upp á þig það verður engin annar að fara að geta gert þetta fyrir þig sko og það er svona sko lykilatriði að því að geta hjálpað öðrum er að þú hafir hugsað sjálfan þig og ég held að þetta sé svolítið sko þetta er svona af því meði að þú veist þess að geta elskað aðra verður að geta elskað sjálfan þig sko að þú verður beinlega svona bara eyða tíma í að hugsa sjálfan þig bara er eitthvað nutt, er eitthvað sem er að angra mig og taka þá á því og þetta á bara við í lífinu þó þú sért ekki einhvers staðar í mínus 30 gráðum og ís að ef það er eitthvað ángraði þú verður að taka á því og það er engin annar sem veit af því þannig að ábyrgðin er svo mikið í þínum höndum sko og tala nú ekki með að þú ætlar að hjálpa öðrum og hafa relevans fyrir eitthvað annan þá er eins gott og sért að passa upp á því Já, það er rétt það er bara hárrétt klárt þetta er svo gott, þetta er svo óbóðslega gott sko, við erum að dætt í rittarspurningarna held ég bara svo er það shoot up og það eru sérsum staðar í shoot up núna 5. held ég til 14. mars alveg örugglega TikTok áttu með 15% afslátt af nýjum efnum og jakkaföt og eldri efnum á 109.995 krónur já bara, þú veist velagi dagsins í dag, hvað er þeir að pæla? Talaðum að stela Það var aldrei heyrt framlegið Nei, hata það verðist vera bara efniskostnaður og ekki mikið meira en það Jökull og eitthvað kostar Egill og Jökull á tíma sko. Já, takmarka magna af jakkafötum og sömuleiðis af tímunum í sérsum þannig að þið getur bóka á shootup.is eða sendt Jökli eða Agli bara vinna beina á Facebook eða senda á Instagram þeim finnst það líka gaman alltaf lengja, það er ekkert betra en að hafa rétt fyrir sér Jú, kannski að græða pening á þeir og með rétt fyrir þér Já, það er kannski ennþá betra en mér finnst eiginlega bara ennþá skemmtilega að hafa rangt fyrir mér og þá vera stiðið við bækja á íslensku íþróttalífi Já, það er rétt Það er kannski eina sem er skemmtilega að hafa rétt fyrir sér og græða pening að hafa rangt fyrir sér og stykja íslensku íþróttalífi en þið áttu þetta bara að tippa kæra hlustandi og jafnvel dífa er í döðlupokan Á meðvart að teipa? Á meðvart að teipa, David Jones eins og við segjum á slæmri íslensku haldið í hestan ykkar því að Mango Ginger Lime Twist það er ekki bara mætt í verslanir heldur búið að vera þær í smá tíma þannig að fyrir ykkur sem hafið ekki heyrt Mango Ginger Lime Twist tjekkið á þessu hvað þið eigið mikið inni já. bara ég undi ykkur að vera í þeirri aðstöðu sem þið eruð
og Við liðum á skemmtilegum tímum. ótrúlegum tímum og svo eru þetta með Choco Dates og jáfnframt David John Stöldar alveg svoleiðis svakalega góður en það eru þetta bara frummeira lókum og allir að drífa sig í skoðun þanga. Tikk-takk, allir að drífa sig í skoðun. Ég er ekki bara senst í Sjensbyrkir eða hvernig er það? Jú, allir með 1 eða 2 talangjum, 3, þeir þurfa að vera að huga þessu, 1 og 2 endastaf, tikk-takk. Og Hvað eru riddarspurningar? þær eru sett aðsenda spurningar og riddar eru þá hlustendur. Já, á Facebook síðan. Já. Og Instagram, ef fólk vil senda inn eða skoða klippur, þá eru á Instagram og TikTok og jafnframt Facebook, fint að minna það. Að við tilkynum áttast 2 dögum fyrir þátt á Chess Dark Eddar á Facebook síðan og Instagram og það er hægt að dæla út spurningum á þess að gesti. Já. Ég veit marga fengið spurningu, hvar spyr maður? Akkurat, þetta er fín áminning. Já. Magnús Bergriður á vaðið og spyr hver er hans besti marathontími og hvaða marathon var skemmtilegast? Já, ég á semst 3 marathon undir 2:59 og og besti tímin er semst 2:58.24 sett í Chicago 23 á sama tíma og Kiptún setti heimsmet 2:00 25, frekar en 35. Þannig að mér var sagt að þegar ég kom heim að þegar ég væri spurður hver var tíminn og var ekki sett heimsmet og þá geti ég sett jú, við vorum báður á 2 eitthvað. En já, og þetta var nú reyndar mjög skemmtilegt marathon en með þessum HC-félögum hefur ég gert margt skemmtilegt og gaman að til þess að hlaupa Aþenu marathonið, það sem er hlaupið frá borginni marathon til Aþenu og en ég hugsa ef ég á að raunverulega og síðan er svo bara yngri sonur minn Benni, við hlaupum saman í Tókjó fyrir 2 árum síðan og höfum hlaupið þannig Reykjavík marathon nokkuð sinnum og ég hef hlaupið með Tómasi eldri sinni mínum Kaupmannahöfn og það er mörg svona marathon sem að hafa verið skemmtur og eftirminnilega en ég held að Boston marathonið það er eitthvað alveg sérstakt við það og þetta er ekki inn í borginni þetta er og þetta eru mikla svona hæðabreytingar og þetta er semst elsta runni marathon sem er samfellt í heiminum það voru frá New England keppendur 1896 í Aþenu þegar ólympíuleikarnir voru endurvaktir og 1897 þá ákveða þeir að bara var marathon heima í Boston og þarna þarf maður semst að maður hleypur svolítið svona niður og svo fer maður í gegnum svona 4 stórar hæðir og þar á meðal þessu svokullu Heartbreak Hill og þetta tekur í en ég náði samt að vera þarna undir 3 og þeir voru nú þarna miklu hlauparar sem voru með mér og gaman að hlaupa með þeim og svona eftirminnilegt hlaup og auðvitað það voru 10 ár frá því að það hafði gerst hræðileg hryðjuverk sem var sprenging við endamarkið og þannig að það var svona svolítið svona emotional, svolítið tilfinningaríkt að þetta er náttúrulega þarna að koma saman 20.000 manna og í nánast í litlum fötum og geta litla björg sér veitt en svo er náttúrulega eins og New York marathonið það er alveg þetta er náttúrulega að vera fjölmennasta marathon í heimi og hljóp það núna í nóvember það er svolítið rosa gaman og hleypur í gegnum þessi bæjarhluta svona þessa boroughs og gaman að sjá hvað þetta er ólíkt og þarna njóta New York búar sín best þeir eru bara öskrandi á mann og hvetjandi mann og rosa gaman og gaman að enda þetta í Central Park og óboðsleg gleði og þetta er náttúrulega svo mikið endorfín-kick það er allir bara út og opnuðu með bara heilan á fullu þannig að þetta gefur mér mjög mikið en ég segi bara til að svara Magnús Berg snillingi þá sé það Boston hann lætur eina að fylgja í kjölfarið kemur til greina að Skaga Íslandsbankasamrunin verði leiddur til lykta í einvígi milli hans og Heiðars í Reykjavíkurmaraþoninu þetta er svona eins og við Heiðar rekustum stundum á hvort annan í rektinni út á Seltjarnarnesi en ég vil ég þá að fara upp á brettið og hann er að fara í liftingar þannig ég held að færi svolítið eftir bara
hver mætti velja sér grein hann myndi velja backpressure já, hann veit ekki með öðruglega það Helgi Ólafsson spyr sem skagamaður sérðu Akranes sem samfélag sem byggja mætti upp sem sterkt iðnaðarsamfélag eða ætti Akranes að sækjast eftir túrisma uppbyggingu til framtíðar? Já ég held nú að annað útilóki ekki hitt sko og Grundartangi hefur auðvitað verið stór partur af þessari uppbyggingu á Akranesi síðustu áratugi. Þegar ég er lítill þá var þetta sem Semisversmiðan sem var alltaf hluti af Marshall aðstöðunni frá 48 og svo HB og Slippurinn, Þorgeir og Ellert og nú var þetta nú rauninni allt farið sko en jáblendið og síðan álverið og fleiri iðnaðarstarf sem hefur svona tekið við upp á Grundartanga og það var ekki gengið neitt mikið í ferðamennsku en ég held að með heitum potti og langarsandi og allir þessum perlum þá sé þetta eins og alltaf það er bara spurning, eru þarna einhverju framtaksamir einstaklingar sem að þora að leggja sjálfans undir og draga að þá bæði peningu og fólk til þess að hrinda þessi framkvæmd sem ræður í hvort að svona á sér stað það er bara maður sér þetta hvort sem er með sko Jakob Valgeir á Bólingavík sem að var sko bara í andnauð eftir gjaldþrot Einars Guðfinnssonar og þá bara kemur hann aðeins sem kann og þorir og byggir upp og maður sér þetta eins og núna í Vestmannaeyjum með Laxey og sem er seldur aflaheimildir til að setja í þetta og opbóðslega gaman að fylgjast með einstaklingum sem eru frumkvölar og þóra og geta. Já, Guðmundur Óli spyr, ertu ekki frá Noregi? Einhver tíma las ég það, sagði hann. Já, sko, erum við ekki upprunnilega öll frá Noregi? Já, einmitt. Andrés Andrésson spyr, ef þú getur farið aftur til ásins 2006-2007 og búin að kofra þetta, hvað myndir þú gera öðruvísi? Bara til að summa þetta. Já, ég held að þetta er, eins og ég sagði á hann, mjög áhugaverð spurning en er erfitt að svara og ég held að sé ekkert sem maður hefði geta gert sem hefði sko breytt atburðar á svona eitthvað mikið sko. En auðvitað hefði maður viljað þá fara hægar í sakirnar og rauninni færa þá heimkynnin til Noregs í okkar tilfelli og passa upp á þetta þegar í rauninni allt fyrir skrúuna hvað tekur þá við sko. Tómas Jóð spyr, hvað er skemmtilegur íþrótt að mati Bjarna, hlaup eða hjólreiðar? Já, sko, hlaup er náttúrulega það sem ég hef stundað miklu meira en hjólreiðar eru klárlega á listanum og það sem ég vil læra er skriðsund þannig ég get einhvern tíðan farið í þessa þríþraut eða játkallið olimpíska þríþraut eða hvað það er sko en þá verð ég að læra skriðsundi fyrst. Já, Sigurður Bræði sem ég hafði átt fæði minn, hann byrður að heilsa þér og segir að Tómas Kristjánsson hafa lánað í gjaldþrota plastprenti á sínum tíma og að þú hafði hort á hann eins og viðvanninga alltaf að fara inn í þetta fyrirtæki. Já, ég sé nú sifin núna sko, já, við sátum nú saman hann í háskólaráði í háskólanum í Reykjavík Þannig ég byrð bara að heilsa hann tilbaka. Já, það myndi bara skilja þig. Arnar spyr hvernig er feedbacki frá viðskiptavinnum við lax úr landeldi versus lax aln upp í sjó, sjá þeir mun á gæðum og ef svo er, hvað þarf að bæta? Já, sko að lax úr landeldi er á heimsvísu á byrjunastigum og það að Samherji í Öxarfirði sé með stærsta laxeldi í landi í heimi segir þetta svona þá sögu en þetta er að taka á sig mynd bæði í Þorlákshöfn og í Vestmannaeyjum og svo Samherji á Reykjanestáni en líka í Noregi og ég myndi segja að það sem verður áhugavert að sjá að þetta er svo ofboðslega fjárfestingar til þess að þetta er svo mikil kér og dælingar og vassflæmi að þá er náttúrulega sko ofboðslega áhugavert að sjá hvort að þetta íslenska svona ferska sjóvatn sé það sem að ríður baggamunin en í Noregi eru menn líka í miklu meiri tilraunum svona gegnumstreymiskerfi erum við með svona blandað svona ras og það verður áhugavert en varandi frá neytendahliðinni að þá held ég að
við getum mögulega og líklega séð sko mun á eldislaxi og villtum laxi en ég held að við greinum ekki munin á landeldi eða sjókvíaldi og það var svona allavega tíma sko aðeins hvort að yfir að væri aðeins svona það sem kallað sko los eða svona gaping í holdinu á landeldisfisknum en það var held ég bara meðan var að slátra því sko meðan fiskunum var ekki orðin fullvaksta og ég heyri bara mjög vel látið af landeldinu en ég held að semst, það verði ekki hægt að finna mun og ég held að það er leiðandi að það semst laxinn það sem að kallar commodity eða hrávara og þú ert það sem kallast price taker, það er að segja þú getur alltaf selt en það er bara heimsmarkaðsverð og þú bara tekur því verði og ef það er 80 norskar þá selur á því, ef það er 93 þá selur á því og svo framvegis sko. Þannig ég held að það sé ekki því að heilsa að það verði auðvelt að búa til eitthvað svona premíu út úr því að vera landeldi. Sindri Steitsbyr var alltaf planað að fara í MBA eftir tölunafræðina, ef ekki, hvernig var svo ákvörðun til? Já, ég rekti þetta nú aðeins sko. Já, nei, það var ekki planað sko. Þetta var náttúrulega algjör tilvílun að ég fór í þennan fjármálagerð því að ég útskiptaferðinni í tölunafræði í Japan og þá var með í ferðan Pétur Blöndal sem stýrði Kaupþingi og svo baði mig að koma og mér fannst það bara vera rugl sko því ég hefði ekkert vitað þessu og svo var ég aðeins ári eldri og kom hann aftur og sagði að nú var að koma og þá ákvað ég að slá til þannig að ég þykist veit að svara þessari spurningu nokkra nafnlausirna núna, myndi aðild Íslands að Evrópusambandinu gera landið meira eða minna aðlaðandi fyrir fjárfestingu? Þetta er náttúrulega bara semst, hvernig úr því er unnið sko, það hefur sína kosti semst, og fer þá líka eftir aðild að myndbandalæginu og öðru slíku sko þannig að já, þetta er svona dýpri spurning heldur en hægt að svara bara svona yfir borðið sko, já. En þá er eiginlega smá, já en nei spurningina, er krónan veikleiki eða styrkur fyrir íslenska fjárfesta? Hún er styrkleiki. Hérna er einn Þorlákshafnar brósi sem er nafnlausendar, hann segir Tor Cargo sótti aðstöðu í Sundahöfn árið 2023 en fekk aðeins vilyrði fyrir skammtíma aðstöðu hjá Faxaflóhöfnum. Nú hefur félagið komið sér upp góðri aðstöðu í Þorlákshöfn. Hver er ávinningur á því að sigla þanga og hvernig hafa samskipti verið við hafnaryfirvöld þar? Hvernig sérðu fyrir vöxt félagsins í flutningum þar? Já, við erum bara búin að reka niður okkar atgeir í Þorlákshöfn og hyggjum á framtíðar uppbyggingu þar. Við erum bara að fá útluta þarna 24.000 fermetra gámasvæði niður höfnina og aðgang þá að bryggju til þess að losa og lesta og við hefum fjárfest þarna í bæði frystigeymslu og svo núna í þurrgeymslu og svona það sem heitir svona cross-docking svæði til þess að losa gáma og brjóta upp þannig að við hyggjum á frekari fjárfestingar í Þorlákshöfn og það verði okkar megin höfn og það er auðvitað sko kosturinn við að sigla til Þorlákshafnar er að þú þarft ekki að fara fyrir Reykjanes skagan og fram og tilbaka sparar það kannski svona 14-16 tíma en ókosturinn er að þú þarft að fara í gegnum Þrengslin og yfir Helliseiðin eða sérst yfir til Reykjavíkur með flestar vörur og það þarf að laga þá vegagerð það er alveg just en já, það kostar meira að keyra en hitt býður upp á meiri sveigjanleiki leiðakerfinu á móti og við erum bara rosa spennt fyrir uppbyggingun í Þorlákshöfn og almennt hafa samskiptin við hafnaryfirvöld verið góð og hlutir hafa tekið einhvern lengri tíma og kostað einhver meiri penning en þannig er það í allri uppbyggingu og það er sami hjá okkur að þetta er svona komið á gott ról núna en öll byrjun er hægari heldur en þegar búið er að sníða af vankantana. Ertu ekki pottet að vinna í ævisögu? Nei. Heldur hún komið eitthvað? Nei, ég veit ekki. Það er allavega ekki planið sko. Nei, ég er ekki upptekinn af því sko. En ég hef gaman að segja sögur sérstaklega sko fyrir börn og tengdabörn og það er stundum eftirspurn og stundum ekki stundum með frambóðið meira
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, hefur lagt fram þingsályktunartillögu stofnun rannsóknarnefndar til að rannsaka sérstakann saksóknara og aðra sem koma rannsókn og málsmeðferð sakamála í kjölfar fjármálahrundsins. Er þörf á að skoða þessi vinnubrögð yfirvalda árunum eftir hrun? Já, ég held það. Ég held að þetta sé bara góð tillaga þó að ég segi hún hefði mátt koma fram þegar að Sjálfstæðisflokkurinn hafði völd til þess að láta verða af þessu. Sammála. En það er líka ýmislegt sem er bara órannsakað sem ekki lítur bara svona málsmeðferð þarna bara taka sem dæmi að þú gast keypt þér svo kallega skuldatryggingu á skuldir bankana og er unni globally á svona svolítið hvað sem var, hvað útgefanda sem var og þurftir ekkit endilega eiga skuldabréfin til þess og snemma árunni 2009 þá á sér stað settlement eða endurgreiðslu í samræmi við þessar skuldatryggingar og þannig að margir af þeim sem áttu kröfur á bankana fengu gert upp í topp og ég held að þetta hluta til skýri af hverju kröfuhafar voru tilbúnir bara í október, nóvember 2008 til að selja þessar kröfur á nánast ekki neitt. Maður hugsaður það þó menn hafi haft þar takmarkað að trúa á hvað fengist tilbaka þá að til dæmis kröfur eins og á Landsbanka voru seldar á 0,5% eða bara eitthvað svona negligible Þannig að það er ýmislegt sem má skoða og þarf að svara svona svolítið hagfræðilega en svo er þetta spurningum hefur komið auðvitað í ljós lagalega að það var ýmislegt sem að betur mátti fara og þess vegna myndi ég styðja þetta en hafandi sagt það og hafandi farið í gegnum skattaransókn og skattaendurákvörðun og dóm, bæði héraðsdómi og þá Hæstarétti og síðan þá fara með máli fyrir Mannréttindadómstólinn og svo taka máli fyrir í endurupptökunefnd og svo í framhaldi því í Hæstarétti sem að lauk að vinnir held í 23 frekar en 22 að þá er ég svona þeirra skoðunar að tækifærin eru öll í framtíðinni og ég ætla mér svona eyða mestum af mínum tíma þar frekar en að dvelja gamla já þetta bara það voru gerð mistök fyrir hrun og það voru gerð mistök eftir hrun og það verður að gera mistök áfram og það er alveg mikilvægt að þetta sé dokumenterað og farið yfir þetta og allt það en við eigum ekki öll að vera dvelja við þetta og þetta er meira hagsmunamál einhverja einstaklinga heldur en samfélagsins sjálfs og maður auðvitað séð gegnum tíðina hvort sem það er Geirfinnsmál eða Hafskísmál eða stórmál þar sem að fólk taldi sig miklum órétti beitt og ég ætla ekki að leggja dul og það líklega með réttu það auðvitað bara eyðir lífi sínu í það að rétta sín hlut og þetta er svona ákvörðun sem maður þarf að taka bara er maður bara að eyða lífinu í þetta og mér fannst ég ekki verða fyrir því óréttmæti eða þá að það væri óeðlilegt að þetta væri skoðað og annað þýlið þannig að þetta verður svona að vera eitthvað sem að svona kastar aftur fyrir sig á þess að gleyma því og það er svona bara, getur maður sagt svona eins og með almenningsálitið maður má ekki ignorera það en maður má ekki láta stjórnast á því heldur. Nei. Og það er eins með þetta, maður má ekki láta þetta skilgreina sig þetta er bara hluti af lífum hans og fortíðinni en þetta má ekki vera stór hluti af framtíðinni. Mjög gott. Hvernig var að tefla við Garri Kasparov? Þetta, já herðu, ég 2006 minnum við þá teldi ég við Garri Kasparov á samt fleirum í Luxemburg Það var náttúrulega ofboðslega áherslu að hitta hann. Þetta er náttúrulega einn mesti bæði hugsuður og svona skurungur okkar tíma. En þetta var auðvitað niðurlægjandi að tíminn sem það tók hann að vinna okkur takmarkast af því hversu hratt að gæti labba á milli borða. Þetta var ræðilegt. Og hvað þeir voru lengi að hugsa. Nei, þetta var, yfirbyrni voru náttúrulega Var ekki alveg ára yfir honum með það? Jú. Var það og
Hann kom síðan til Íslands minni með 2009 og Guðfríður Lilja var með hann hér og en ég var þá miður staddur erlendis, ég hef gjarnan viljað hitta hann því að hans starfsemi náttúrulega í Rússlandi mjög eftirtektarverð og hans svona málsstaða og málsvörn og klárlega það maður sem búið að beita miklu órétti og hefur haft afgerandi áhrif á okkar samtíma, þannig að já, það var gaman að tefla við hans þegar maður horfður á þannig en þetta var náttúrulega bara alveg Vandaði ekki því lítið allar að taka ég bara eftir svona 4 eða 5 leiki, þetta var ekki meira, þá hugsaði mér trúði ég raunverulega eftir einhvern séns akkur var Bjarni Ármannsson bankastjóri segir það Garri Kasper en ef að þið vilja horfa á áhugaverða mynd þá heimildamynd Judith Polgar og það systur og faðir þeirra sem að eins og með Williams systurnar og hafði mikið metnað fyrir þeirra hönd og gerði Judith Polgar að náttúrulega heimsmeistara kvenna í meira en áratug og einu konuna sem hefur náð á topp 10 á listanum og hún hefur unnið Kasparov líka og hefur unnið Kasparov og Karpov og Magnús Karlsson reyndar í hraðskák en þetta skemmtilegt skemmtilegt að horfa Ég held sem bara komnir að loka spurningunni Þú voru veisla Þetta er búið að vera samkvæmlega veisla Þetta er ekki alltaf langt Ævisagan hér Bjarni, þú hafðir orðað í upphæðu þáttar að Ólaf væri háð ég stend við hvert orð, það er búið að vera hrikalega gaman að fá þig og að samanskapi ánægulegt að fá bara þitt af voðaskálunar og að þú sért að blanda eftir í þjóðfélagsumræðina af slíkum þunga Frábært Það er það bara að loka spurningin eitt ráð til ungs fólks Já, það í rauninni rauðþráðurinn hjá mér sem bara maður verður að hafa trú á framtíðinni og vera bjartsýnn og það að hafa trú á framtíðinni að hafa trú á sjálfum sér og getur manns til þess að breyta framtíðinni og skapa hana Bjarni Ármannsson, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna Takk fyrir mig